Gaman að fá þig. Já, takk. Gaman að vera Hérna, ég er búin að vera mjög heppinn þegar ég hef verið að fá að vísu vinnumæður fyrir sinni eigin heppni. En ég er búin að vera mjög heppinn með fólk sem ég er að fá í þennan stól, svona hingað til. Og mér langaði svona einhvern veginn bara láta það vita að það er 2 konur sem komu fyrstar á listan hjá mér. Það er 1 kona búin að vera hérna, það er Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra og þú var síðan númer 2 í röðinni, sko. Takk fyrir það. Er það ekki smá hrós? Jú, það er hrós. En það er vegna þess að þú ert líka fyrsti svona elítu íþróttamæðurinn sem kemur yfir til mig núna í þetta podcast. Ok. Og ég er bara svo forvitin að því ég var með svona einhvern veginn þessa kríteríu, mér langar fyrst og fremst bara að tala við fólk Já. Sem að ég tel mig geta lært af og sem að mér finnst áhugavert. Og þú getur ekkert lært meira íþróttir. Sko, mér finnst svo áhugavert bara að vera með manneskjöfna fyrir fram sem er búin að prófa að vera á þessu leveli í sinni íþrótt, því ég gef mér að það kalli á bara svona einhvers konar annars konar aga, rútínu, fórnir og dót sem fólk gerir sér ekki alveg grein fyrir. Þannig langaði að byrja að spyrja, ertu búin að horfa á Last Dance? Já, oh my god, vá. Ok, þetta er náttúrulega geggjað, sko. Ég er ekki búin með alla þættina þannig að ekki spoila neitt. Ég hugsaði bara strax, þú lítur að skilja aðeins betur Michael Jordan heldur en svona kannski við hinn. Svona hvað hann er að koma? Já, hvað hann er að koma? Algjörlega. Og mér finnst ótrúlega gaman að horfa á þetta og því maður svona, ég ætla ekki að segja að ég sem Michael Jordan, skilur þau. En maður skynjar það sem hann er að segja og hann kemur ekkert út eins og kannski mest vingjarlegi gaur í heimi. Nei. En mér finnst ástæða fyrir hann geti verið eins og hann er og sagt það sem hann er að segja og sett þessa pressu og ála á liðsfélagana og allt það er út því að hann er tilbúin til þess að gera það sama og þá getur það ætlast til það sama frá hinum. Akkurat. Og þetta er svolítið svona það sem ég hef líka hugsað þegar ég hef oft verið spurð hvort ég sé tilbúin að fara í lið. Ég er náttúrulega í einstaklingsíþrótt og hef alltaf verið í einstaklingsíþróttum og mér er svolítið erfitt að þurfa að, þú veist, stóla á aðra. Ég vil það sem að ég legg inn, það uppsker ég. Og ég hef alveg hugsað út í að fara í lið og ég hef alveg fylgst með liðum frá CrossFit Reykjavík og fleira þegar þau eru að æfa. Og ég held þegar og ef ég fer í lið, þá mun ég velja liðsfélaga þannig að það skiptir ekki endilega máli að þessu besta fólk í heimi heldur að þessi tilbúið að leggja á sig það sem ég er tilbúin að leggja á mig. Þú veist það sem að ég sé hjá fólki, þá er þetta svona, ég vil að þú bjóðist til þess að taka þetta erfiðasta og þú sér tilbúin til þess að, já, í rauninni hafa mataræðið í lagi. Ég þoli ekki þegar ég sé fólk líka í sólbæði þegar það er að fara að keppa, eða borða ís, eða fá sér rauðvínsglas. Ég bara svona, hvar er ægin og metnaðurinn? Ég myndi aldrei gera þetta, þannig að mínir liðsmenn myndi aldrei fá að gera þetta. Og þetta er svolítið svona það sem ég fílaði hjá honum var þetta push og hann var tilbúin til þess að bara drepa sig út af vellinum. Þá ætti allir hinir líka vera tilbúin til þess að gera það. Það er það sem að gera í lið og þetta er svolítið það sem ég hef horft á í bara fótbolta og handbolta og þú veist, öllu þessu. Það er svona, mér finnst að við ættum að fókusa aðeins meira á einstaklingana og ekki lega fólki að fela sig inn í liðunum. Við eigum að ætlast til að sama frá öllum. Nei, við munum aldrei öll vera, þú veist, best í liðinu. Það get ekki allir verið bestir í liðinu, en það geta allir lagt jafn mikið á sig, ef þú skilur hvað ég við. 100%. Og þetta er það sem að mér fannst svolítið svona, þetta var sem er cool. Það er ekki eitthvað þyngd á bak við orðin hans af því hann er Michael Jordan. Nákvæmlega, þú veist, hann kemst upp með að segja ýmislegt út af því hvað hann er búin að sanna sig. Ég sá eitthvað viðtal daginn þar sem að þú verður örugglega oftar en einu sem verið kölluð Michael Jordan CrossFitsins. Ég sá eitthvað viðtal þar sem að það var, þú veist, beinlínis ávörpuð þannig. Já, það hefur gerst, það hefur ekkert oft gerst, en jú, það hefur alveg komið upp. Það er rauninni þetta svona, maður er búin að vera í sportinu í lengsta tíman. Þú veist, ég er náttúrulega búin að vera frá 2009, þannig að ég sé ekki eina fái sem er ennþá eftir og er búin að vera í þetta mörg ár. Það er svona ég og svo er Ben Smith, kalla mig inn. Þannig að mér finnst ég ekkert vera gömul, en þú veist, ég er búin að keppa á hundstarmótinu 10 sinnum. Og það gefur manni þetta svona ákveðilega sig sem er með á bak við sig. En já, ég er ekki hætt ennþá. Ég er nefnilega, nei, nákvæmlega. En mér finnst sko að því að ég var með Kára Stefánsson en það í viðtali
Já, og hann elskar körfubolta og hann sagði að mér finnst vont að horfa á þetta því að það var bara svo vont að sjá hvað Michael Jordan er mikill psykopati og kemur kannski úr hörðustu átt en það er önnur það það er gaman að heyra en að því ég upplifði þetta ekki þannig að því ég sé bara ég verður maður ekki að vera bara með þú verður bara á einhverjum punkti að þola það að fólki finnist þú fáránlegur eða skrítinn eða eitthvað ef þú ætlar að vera svona hátt uppi. Málið, þú munt aldrei, og þetta er eitthvað sem maður hefur bara þurft að læra, þú munt aldrei geta látið öllum líka vel við þig. Það er bara þannig. Og þú verður að ákveða svolítið hver þú ert og standa með hver þú ert. Og þetta er eitthvað sem maður er búin að læra líka bara í gegnum social media og að fleira, þú veist, ég passa maður sjálfsög. Það skiptir mig alveg máli að ég representi sjálfa mig fyrir einhverju sem ég er stolt af og ég mun aldrei posta neinu að séra neinu sem er ekki ég persónulega en maður mun aldrei geta höfða til allra. Það er alveg fólk sem heldur að ég sé klikkuð og maður æfir á mikið og þetta er ekki gott fyrir mann og ég að æfa núna þegar ég er ólétt og maður er dæmdur fyrir það sem maður gerir en það er líka bara hluti af þessu og ég horfa það svolítið bara sem allt í lagi. Maður þarf bara að vera tilbúin til þess. Ég er tilbúin til þess að vera dæmd fyrir það sem ég geri út af því ég er að deila því sem ég geri. Og leið og maður fer að gera það, þá verður maður líka bara að vera opinn fyrir því að það mun ekkert öllum líka vel við þig og það mun ekkert allir vera sammálaðir og það er hluti að vera manneskja. Við erum ekki allir eins og við hugsum ekki allir eins og ég skil það bara 100% að sumir finnist að klikka sem maður er að gera. Og ég skil alveg 100% að fólki finnist Michael Jordan koma út sem svolítið psychopath, mér finnst það ekki. Þetta er bara, mér finnst eitthvað ákveð ótrúlega appealing við hvernig hann er. Þú veist, ég er ekki eins og hann er, en mér finnst eitthvað ótrúlega flott við. Það eru svo fáir sem eru með svona ofboðslega mikið naga og svona ofboðslega mikið keppnisskap og tilbúin til að leggja svona svakalega mikið á sig. Og það er fólki sem ætlar að standa sig best í þessu. Svo eru aðrir sem eru með styrkleika einhverju allt öðru og sem að kemur íþróttum ekkert við. Akkurat. Og það er ég ekkert á toppnum og Michael Jordan ekkert á toppnum. Þú veist, hann var ekkert besti hafnaboltamaður í heimi og besti golfari í heimi. En þú veist, þú finnur þetta eitthvað svona ákveð. Þetta er eitthvað sem ég trúi er að við erum öll með eitthvað sem að höfðar mjög vel til okkar og við getum skorið fram úr í og leið og finnur það og er tilbúin til að leggja nógu mikið á þig, þá getur þú orðið bestur í því sem að þú ætlar að vera bestur í. Og það er það sem sker svona upp á milli. Manstu nú ætla ég að gefa mér að þú hafir í gegnum allan hennar feriljóðir, þurft svolítið oft einmitt að einhvern veginn bara svona, það er einhverjir í kringum þess að segja, nei, þetta er ekki, bara þetta að vera kona og fara að fullum krafti í svona styrtari íþrótt og þú lítur svolítið ofta hafa þurft innra með þér að taka þennan slag að þóra að vera smá óvinsæl hjá fjölskyldunni, hjá vinum, hjá almenningi, eitthvað. Þanga til að þú síðan ferð að fá... Þanga til maður að sanna sig í rauninni. Það var aðalega, í byrjun kannski innan heima, þá var aðalega svona út af því ég ætlaði mér náttúrulega stóra hluti í stangastökki, ég ætlaði mér á ólympíuleikana í stöng, ég ætlaði mér að vera læknir og það var bara drauma starf frá því ég var í grunnskóla og ég fór í gegnum MR og var bara á litlu læknabrautinni og ég ætlaði mér að verða læknir en síðan fann ég CrossFit, keppti því og ég ákvað bara, ég ætla bara að pröfa að taka 1 ár og fara í þetta og sjá hvað gerist. Það var engin peningur í CrossFitin á þeim tíma. Þetta var, ég keppti fyrst 2009, tók hérna 1 ár þar sem ég ætlaði bara svona að leyfa mér að pröfa að fókusera á þetta. Ég var ennþá í lífefnafræði í háskólanum og ég var alltaf með eitthvað svona á hliðinni, skilurðu, en ég ætlaði að pröfa CrossFitið og þá var, ég held að veluna því að það hefði verið 500.000 fyrir fyrsta sæti og sjálfsögðu fannst fólki það kannski pínu sérstakt í kringum mig. Mamma og pabbi einhverju hluta vegna hafa bara alltaf staðið á bakvið mig þegar ég er að taka þessar ákvarðanir og því þau vita líka hvernig ég er sem persóna. Þrjósk. Já, og þegar ég sekk mér í eitthvað, það er það bara 100%. Þegar það er, jafnvel þá það var í skóla, ég er bara með svakalega fullkomnar áratu og það er það bara þannig, það sem ég geri, þá geri ég það bara, upp á 100 eða ég get sleppt í. Þannig leið og ég ætla mér eitthvað, þá mun ég
já, leggja allt á mig, kemur í ljós hvernig það endar, en yfirleitt þá kemur ansi vel út. Þannig að þau voru alveg bara svona, já, ok, ef þú ert 1 ár, pröfa þetta og það er bara ekkert mál og fókusa á það. Voru meira kannski svona vinirnir í kringum mann sem voru smá efa með þetta og sérstaklega þegar maður komst, jú, ég náði öðru sæti en ég vann ekki og það er engin peningur í þessu og svona, ok, af hverju ég ætlar að taka 1 ár í viðbót, en það var bara eitthvað, ég fann eitthvað inn í mér að þetta var það sem ég vildi, mér langaði í hennan titil bara, það er eitthvað klikka cool við að vera bara fittest woman on earth og geta bara fengið að kalla sig það. Þannig að ég svona, já, ákvað að taka það alla leið og fá mig þjálfara og ganga alla leið með það og ég svona, þetta er tímabil það sem ég átti aðeins erfitt með, mér langar ekki að segja ég hafi skammast mín, en að hitta kannski MR-vinina og þeir sem voru með mér í skólanum og í frjálsum, þetta var svona, af hverju ertu að þessu? Fólk vissi ekkert alveg hvað CrossFit var, það var ekkert alveg að skilja þetta og ég tók ekki inntökuprófið í læknirinn út af því ég ætla að gera þetta 1 ár í viðbót, það er svona, og hvað verður framtíðin eftir þetta? Hvenær ætlar í skóla? Hvenær ætlar að klára? Það er þetta svona, já, í kringum hann þessi pressa að halda þessari venjulegu braut sem er bara mjög skiljanlegt. En leið ég vann leikana, þá var maður búin að sanna það og það var svona að maður fekk laun þar. Það var rauninni þá allt í einu bumpaði hann að velna fyrir upp í $250,000 sem að munaði helling. Og þá var maður komið svona, já, þú mátt gera þetta. Það var ekki eins mikið tabú að gera þetta og taka 1 ár í viðbót í þessu. Var það þannig þá þegar þú vinnur þetta í fyrsta skiptið, þá verðlauna fyrir $250,000? Já, það var allt í einu poppað upp hana á milli ára. Þá kom Reebok inn og CrossFit var svona, sprakk svolítið út hana 2010 til 2011. Þá svona stakkaði svakalega mikið og var meira spons inn í sportinu. Ég byrjaði að vinna reynda með Reebok samt 2010, þannig að það var fyrsta samningurinn, svona stóri samningurinn sem ég skrifaði undir. En já, það verðlauna fyrir að hafa breyst þarna á milli árana. Þannig að það var allt í einu, var mögulega ferill í þessu. Mér langar aðeins að taka smá hliðarskrif núna, að þú ert talað um sponsana. Ég sá að það er alltaf rosalega skrýtnir hlutir að gerast í Bandaríkjunum akkurat núna. Já. Og ég sá að Katrín Tanja var að setja inn eitthvað bara í dag og hún er að tjá sig um það sem er að gerast, en samt maður hugsar einhvern veginn fyrir ykkar hönd, svo segir eitthvað þú þarf strax, og það kemur aftur að þessu sem að Michael Jordan sagði, repúblikanar kaupa líka íþróttaskó. Er ekki stundur svolítið erfitt að vera í þessari stöðu að þið langar kannski að tjáðu um eitthvað, þú þarft að hugsa, ok, gæti ég verið að stöðu einhvern núna að því ég er íþróttamaður, já, kannski ekki að vera svona, svo ég sletti svona divided, þannig að fólk fara að skiptast í 2 hópa gagnvart mér. Hvar liggur línan í þessu? Þú í rauninni verður bara að leggja línuna svolítið sjálfur. Ég hef tekið það ákvarðan með allt sem tengir sporti, þá leyfi ég mér að vera með mínar ákvarðanir, segja það sem ég finnst og því ég veit mikið um það. Ég hef reyndar alveg ótrúlega mikið áhuga á pólitík og þegar kemur á trú og fleiri þá er ég alveg svona, ég hef alveg skoðanir, ég hef ekki skoðanir á hvaða trú fólk er með, en ég hef ótrúlega gaman að spjalla við fólk og ég hef líka ferðast bara svakalega mikið og sé þá mismunandi hópa og ég hef svakalega gaman að bara kynnast fólki á mismunandi máta. En ég hef alveg, þetta er eitt af því fáa sem ég hef passað mig á social media. Það er þegar kemur að pólitík og þegar kemur að trú. Þá reynir maður að passa sig út af því ég er ekki, ég er íþróttamanneskja og ég er ekki tilbúin til þess að taka næsta skref og fara út í pólitíska, ég ætla ekki að taka stöðu þegar kemur að því. Þannig að jú, maður þarf að passa sig á því. Mér finnst alltaf lagið þegar fólk tekur þessu ákvörðun. Aftur á móti með það sem er að gangi í Bandaríkjunum kannski núna, þetta var alveg eitt af þeim efnum sem maður hugsaði út í og ætlum maður að taka þátt í þessu. Mér finnst bara þetta vera allt annað hlutur með það sem að gerist fyrir svart fólk í Bandaríkjunum og þetta dæmi sem að gerðist. Mér finnst það ekki vera pólitískt. Mér finnst þetta vera bara svona human rights og þá finnst mér alltaf lagi að taka afstöðu. Bara, hvað finnst mér? Hvað trúi ég á? Ég trú á það að allir eigi að vera jafnir. Þegar allir að fá sömu tækifæri og þegar allir að vera trýta þér jafnt. Við eigum öll að vera fædd jafn á
í heiminum Akkurat. og það eitthvað sem mér finnst ekki að tengjast pólitík og þess vegna finnst mér alltaf lagi að taka þátt í og posta það en aftur á móti þá er þetta einn af þessum hlutum sem er mjög erfitt og því ég hvít stelpa á Íslandi við erum náttúrulega ekki með mikið af þessu í gangi á Íslandi þannig að maður kemur og svona aðeins utanakomandi þannig að maður þarf að hugsa aðeins út í hvað það er sem maður deilir og því maður er með yfir 1 milljón fylgjendur sem að fylgja sér og það er ákveðin ábyrgð sem að kemur með því og þess vegna er það leið og kemur að svona hlutum eða einhverjum málum þar sem að kemur fólki bara mjög snerti fólk mjög persóna og fólk með mjög sterkar skoðanir á þá hef ég alveg passað mig á því að ég líka ég á vini sem að tengjast inn í mismunandi hópa og þá reynir maður að fá bara aðstoð frá þeim hvernig hlutin eru orðaðir og passa að skilabóðin komist rétt til skila þannig að ég alveg svona ég hugsa alveg út í það sem að setja frá sér en mér finnst alltaf lagi að taka þátt í hlutum bara það sem snertir mann og svona þetta hefur áhrif á alla og í rauninni þeir sem hægt að fylgja mér á social media þegar ég posta einhverju sem er eitthvað svona sem að ég hef sterkar skoðan á þá finnst mér bara alltaf lagi ég þarf ekki að vera með það fólk að fylgja mér ég þarf ekki að vera með fólk að fylgja mér sem er með sterkar skoðanir á móti mismunandi fólki ég þarf það ekki en þetta er mér finnst það svo áhugaverð umræða því ég hef svolítið gaman að körfubolta og það er einmitt þetta að búið að ræða svo mikið um Michael Jordan eða LeBron James hvor þeir er og flestir er að komast á þeirri svona endanlegu niður þegar Jordan sé betri en menn er að rósa og fólk er að rósa LeBron James fyrir það að hann sé hins vegar svona samfélagslega betur en Jordan að því hann er að taka svo mikla afstöðu. Ég er svolítið þar að mér finnst bara bæði vera rétt. Jordan tekur bara þá afstöðu, ég þarf ekki að tjá mig stjórnmál. Já. Og ég virði það svo mikið líka. Ég virði það alveg 100% líka. Ég er bara alveg sammála. Mér finnst það bara, þú átt að fá að ráða því. Þeir eru ennþá meira opinbera persónur. Er sett pressa á manneskinn svo þig að því þú ert með mikið af fylgjendum er sett pressa á því þú eigir að vera að taka afstöðu er sett pressa á því þú er ekki að taka afstöðu eða er þetta eitthvað sem þú stýrir bara alveg sjálf? Mismunandi hvað fólki finnst ég stýri þessu alveg sjálf og því þetta er bara ég það er engin annar sem stjórnar mínu social media og ég vil alltaf passa mig á því að það er engin annar sem að fara að komast nálægt í meira þess að umbásmennir mínir eða hvaðan sem ég er að fá aðstoð það kemur engin nálægt mínu social media út af því að það er ég sem persóna þannig að jú, það er alveg sem að vilja maður tjá sig ákveðna hluti eða deila ákveðnum hlutum og maður tekur náttúrulega ég þarf bara persónulega að fá að taka ákveðin það sjálf jú, það hefur alveg oft komið upp það sem mér langar alveg ótrúlega mikið að tjá mig ákveðin málefni það er alveg þannig og því ég er líka svo svakalega gaman að tala þessa hluti En hvað finnst þér skemmtilegt eins og tala með trú á þann og stjórnmál? Hvað að ég er nefnilega alveg svo sammálaður. Mér finnst trú vera svolítið þannig að mér finnst trú vera einhvern veginn þannig að hver og einn verður að fá að hafa sína trú og ég er ekki að reyna að segja fólki að það eigi að trú einhver öðru en það trúir. En ég er samt rosalega áhuga á þessu. Var ég að skilja þig rétt og þú verður að sjá það svolítið svipað eða? Algjörlega. Og því ég er ekki, ég veit ekki hvernig maður myndi flokka mig, ég er ekki mjög trúið en ég fer kannski alveg með bænirnar mínar ef að einhvernum líður illa í fjölskyldinu eða hvað sem það er bara, jú, ég vona að sé eitthvað gott að núti og ég er að toga að einhverja góða hluti og vonast eftir besta fyrir fólki kringum mig og fyrir fólk sem ég elska og allt það en ég fer ekki í kirkju og ég myndi ekki flokka sem mjög trúið en ég á náttúrulega fullt af vinum sem eru mjög trúaðir og sérstaklega svona vinur mínir í suðurinn í Bandaríkjunum sem er alveg svona virkilega trúað og ég hef ótrúlega gaman að umræðum við þetta fólk bara fá að heyra þeirra skoðanir og bara hvernig þeir eru alin upp og hvernig þeirra sambönd eru og þeirra sambönd við Guð og allt það og mér finnst skemmtilegast þegar fólk er opið fyrir því bara umræðunum þegar það er ekki bara svona eru hlutirnir og þetta er svona og ég veit að þetta er svona þú veist, að það er svona fast í sínu mér finnst langt best að fólk er aðeins opið fyrir bara þú ert heitt trúaður kristinn og síðan á ég mjög góða vini í Dubai sem eru, muslimar
og eru mjög heitt trúaðir múslimar og mér finnst ótrúlega gaman að heyra þeirra hlið og þetta svo falleg trú með við náttúrulega hversu heit trúaðir þú ert eða hvernig þú túlkar, fólk túlkar þetta náttúrulega líka mismunandi, en það er sama með kristna trú, hvernig það túlkar kristna trú, en mér er svo gaman að fá að heyra þeirra hlið og kynnast þeirra mismunandi menningu, allt í einu fór ég að skilja af hverju konurnar voru að klæða sig eins og það voru að klæða sig og hvernig það virkar í þeirra samfélagi, þú veist, ég vil að þær fá að taka ákvörðun það, mér finnst það skipta miklu máli og þær svona einhverjar að fá að taka ákvarðanir það, en þú veist, mér finnst ótrúlega gaman að það svo margt sem við vitum ekki og þetta eitthvað sem ég vildi óska með að lærði í grunnskóla, í menntaskóla væri að heyra svona aðeins ég held að heimurinn væri betri ef við getum skilið hvort annað aðeins betur, ef við getum bara fengið að tjá okkur á þess að vera dæmt fyrir það og að þeir sem að væri að tjá sig væri aðeins opnir líka fyrir öðrum möguleikum. Þetta er allt byggt á saklega svipuðum hlutum. Mér finnst smá á Íslandi vera svona, það er kannski aðeins að breyta, svona hallærislegt að vera trúaðar. Og þessi svolítið svona einhvern veginn eins og svona, þegar leið þú segir, ég á mikið að trúaðum vinum, þá vissi þú varst að fara að tala eitthvað annað en Íslendinga. Nei, það er samt að sama hérna á Íslandi. Það er endur alveg svolítið mikið í CrossFit Reykjavík, það er alveg ansi margir sem í Philadelphia kirkjunni og fleira. Sem alveg vel trúið, það náttúrulega minna af því á Íslandi og fólk ekki eins ábyrrandi með það á Íslandi og minnst ekki verið það líka skiptir svo miklu máli, það pirrar mig þegar fólk fer að íta því á mann, þegar það verður pirrað að maður sé það ekki eða hvernig sem það en hérna minnst bara á Íslandi við erum meira opin fyrir þessu, það ekki eins mikið pressa á það að þurfa að vera trúaðir, þannig að við svona erum bara með fullt af möguleikum og þess vegna erum við meira opin fyrir öðrum samfélögum og hvernig það annars staðar. Þannig að jú, ég alveg sammálaðir, en ég endar alveg, já, alveg slatta vinum sem eru ansið trúaðir hérna á Íslandi líka. En stjórnmálin? Stjórnmálin, ég ætla ekki að fara út í það, en ég hef mjög gaman að bara umræðum pólitík og hvernig best að gera hlutina. Ég veit ekki, þetta er það sama sem er trúna. Við vitum ekkert nákvæmlega hvað best að gera, en mér finnst ótrúlega gaman og mér finnst best þegar fólk bara opið fyrir umræðanum, að það sé ekki bara fast í því, jú, þetta á að vera svona og þetta rétta leiðin, það eru alltaf tvær hliðar á öllu. Erum við ekki með því svona ultimate þannig ástandi núna með COVID? Jú. Það veit engin neitt. Það veit engin hvað rétt að gera. Og talandum eins og þú, að þú ert ólétt á meðan að því nú og ég 2 vini, kallkyns, þar sem að konurnar hafa verið óléttar í COVID og þá kom strax einhvern veginn svona, já, ætla sé ekki meiri hætta fyrir barnið og allt þetta og við erum svo mikið í tímabilið sem enginn veit neitt og síðan sá ég að þið eruð að aflýsa, er það ekki CrossFit mótið sem átt að vera hér, út af COVID? Já, passar. Við þurfum að aflýsa því, mjög pirrandi að svakalega vinna búin að fara í það, en jú, við þurfum að aflýsa því. Það er bara rétt ákvörðun. En því það svolítið, mér finnst það að vera svolítið svona fólk að skiptast rosalega mikið í 2 hópa. Annar hópurinn bara þetta bara, allar þessar aðgerðir, þetta bara þvæla og meðan hinn hópurinn vill helst að sé farið í meiri aðgerðir, sko. Já, það er endar alveg satt líka. Ég verð að segja, mér finnst við hafa gert hlutina mjög rétt í þetta á Íslandi. Þannig en maður veit ekkert heldur hvað er rétt, núna fer maður að sjá hvað er rétt, þegar við sjáum hvernig hlutinir eru í Svíþjóð, hvernig hlutinir voru á Spáni, hvernig hlutinir eru hérna í Danmörku, Englandi, í Bandaríkjunum, þá myndi ég segja að við höfum gert hlutina ansi vel hérna á Íslandi og tekið ansi góðar ákvarðanir, en þetta er náttúrulega líka hvað er rétt fyrir hvaða land og því að Skandinavía er með allt öðruvísi system og mikið meiri stuðning við fólk fjárhagslega og fyrirtæki og heldur svona það ætti enginn að deyja á Íslandi út af því að þau eru ekki með vinnu eða hvernig sem það er en svo horfi ég á svakalega marga góða vini í New York til dæmis og þar eru hlutirnir allt öðruvísi, þú veist, þeir sem eru hærra uppi og eru í betri launuðum vinnum og fleira, geta unnið að heiman, hefur ekki eins mikil áhrif á þau, en svo aðrir sem eru kannski ekki að fá neitt borgað, það er maður svona, ok, það er ekki að sama sem á eftir að virka fyrir öll lönd og því að þarna, þá er fólk kannski ekki með pening fyrir húsnæðinu sínu, það er ekki með pening fyrir mat
og þá hvað á fólk að gera? Það vill frekar taka áhættuna að vera veikt heldur en að eiga ekki pening fyrir, enda á götunni. Akkurat. Skilurðu mig? Þannig að þetta er svona... Þessi réttur einstaklingsins til að fá að vinna kannski mikilvægari. Já, það skiptir bara nú. meira máli í sum og þessum löndum. Jafnvel, eins og ég segi, með þess að Bandaríkin sem dæmi, það er bara ekki með hennan sama stuðningi sem við erum með og svo getum við hort á önnur lönd eins og Ítalíu og fleira þar sem þetta er líka, fólk er ekki að fá sama stuðningi sem við erum að fá, þannig að það er svolítið erfitt að segja að eitt sé rétt. Þetta er alltaf flókið, þetta er alveg óþolandi, en þetta er ótrúlega gaman að hugsa út í þetta. Það er svona, við vitum ekki nákvæmlega hvað er rétt, en að fólk getur talað það á þess að fara dæmt fyrir það, skiptir máli. Akkurat. Já. Hvernig Við erum bara komin út í einhverja mega, ég vissi ekkert að við erum að fara að tala um eitthvað svona. En svona er þetta. Sko, fólk sem sest í þennan stól, það veit ekkert hvað það er sjálft að fara að segja. Svona er þetta. En æfingarna núna, eftir að þú varst ólétt. Já. Það hlýtur að vera skrítið fyrir manneskjur, því ég gef mér að þú sért ekki vön einu öðru en 110%. Já. Hvernig er að vera alltaf hérna að æfa, og hvað er leikur lína núna? Er það 60%, 70%, 50%? Það fer eiginlega eftir hvað ég er að gera, en ég var sjálfsögður að taka það niður og eins og sagðir, þetta er ótrúlega skrítin breyting, sérstaklega svona í haustnum og því að þegar ég fer að æfingu, þá er það þetta 1% í viðbót sem maður leggur á sig, sem að skipta máli, sem gerir mann betri. Þannig að það hefur svolítið mikið verið mindset hjá mér leið og hlutinni verða sem erfiðast leið og ég er að þjást sem mest í voddi eða hlaupi eða hvað sem það sem er líður sem allra verst, þá er ég svona ok, núna er ég að vera betri. Það er akkurat núna sem allir aðrir munu gefast upp en ég ætla ekki að gefast upp og því að það ýtir sársaukaþröskulum mínum herra, þannig að ég á eftir að vera betri en allir hinir. Þannig að núna öll vinnan sem ég er búin að leggja inn, hérna kemur aðalvinnan. Það er svona mindsetið sem maður hefur haft og þegar maður fer að æfingu, hvernig get ég fengið sem mest út úr æfingunum minni. En núna er þetta allt í einu, þetta er orðið svolítið erfitt, passaði þig, þurfum að hægja aðeins á, ekki fara of hratt, vitandi það að ég er ekki að fara að verða betri, heldur að reyna að viðhalda eins mikið og ég get. Þetta er svona, það var mjög erfitt í byrjun að hugsa svona, sérstaklega þegar maður var ekki farin að finna fyrir neinum þannig hreyfingum, maður var ekki farin að finna fyrir neinu, ég var ekki að díla við eitthvað mikla ógleði, ég var svona pínu þreytt og því að taka pre-workout og þannig, en það var einhvern veginn, maður fann ekkert fyrir svakalegum breytingum í líkamanni strax og það var mjög erfitt að þurfa að hægja á sér og hugsa ok, ég er ekki að maksa í neinu lyftum lengur, ég er að veina með kannski 80% og það sem ég líður vel, það fæ ég kannski að fara aðeins þyngra, það sem ég líður ekki eins vel, þá lækka ég aðeins þyngdirnar, en í voddum og þegar ég er að fylgjast með, ég fylgjast bara mjög mikið með púlsinu mínum, þá þarf maður svona, dammit, púlsinu komið þetta átt upp, ég þarf að hægja aðeins á mér og passa mig núna. Og það er búið að vera mjög skrítið og sérstaklega núna þegar sumarið er að koma, ég hef bara seinustu árin, þá akkurat lok apríl, mæ, júni, ég er að keyra mig upp og gera mig tilbúna fyrir games, ég er að gera mig tilbúna að píka og þeir sem ég er að fylgja eru svona að byrja að taka sig brútal æfingar úti í vesti og drullun einhvern veginn og seffera og ég veit ekki af hverju en ég fæ svona inni mig bara mér langar svo að fara hratt mér langar svo að fá seffera líka en þú veist, það kemur þetta er alltaf lagi og ég, þú veist, ég myndi ekki gefa þetta fyrir neitt sko, þetta er ég er búin að njóta þess mun meira en ég bjóst við að vera ólétt, ég held að það bara pain og mjög pirrandi allan tíman, en þetta er búið að vera ótrúlega svona, ég þekki líkamann á mig náttúrulega mjög vel. Ég ætla að spyrja það út af því, þú hlýtur að þekka líka með mjög vel en þú veist hvað er að gerast. Þannig að leið og maður fara að finna einhverjum breytingum, það er bara hvað er þetta? Og leið og maður fara að hreyfa sig, hún hreyfir sig svakalega mikið, það er maður bara svona, þetta er stórfurðulegt og maður er að búa til nýtt líf og ég hef aldrei bara að það konur sem að hafa verið óléttar og gengið í gegnum þetta, þú veist, ég aldrei gert mig grein fyrir þessu
og mér hefur aldrei liðið eins mikið eins og dýri bara einhvern veginn bara búa til líf inni í sér og ég eftir að vera með bara þess að litla persónu sem ég eftir að bara fulla ábyrgða þegar hún kemur út og já, fá mjólk í brjóst, þú veist, þetta bara eins og við erum dýr og þetta ótrúlega sérstakt, þannig að þegar hlutinir sem erfiðastir, það svona ok, þú veist, þetta ekkert erfitt og til mig langar í hana, sama hvað. Þannig að sama þó ég myndi þurfa að hætta að æfa, ég náttúrulega mjög þakklátt fyrir að ég sé enda á ná að æfa svona sakalega mikið og líður svona vel, en á viku 31? Á viku 31, já, búið með 31, byrja á 32, maður byrjar að tala hans niður, en maður finnur líka fyrir bara svona smá þakklæti að hún sé ennþá þarna út af því að maður vill heldur ekki eiga of snemma, út af því þá geta komið upp vandamál, þannig að maður bara svona þakkláttur fyrir hverju eina viku, ég svolítið að taka það þannig. Og ég verð að segja, ég valdi mjög góðan tíma í þetta. Það bara með alla óvissuna og engin mót sem ég búin að missa af í rauninni og hver veit hvernig games verður núna í ár og þessi óvissa að komast til Bandaríkjanna að fá að keppa á heimsmeistaramótinu. Það bara svona, já, ég get bara fengið að njóta þess að vera ólétt. En hvernig ertu strax búin að setja planum, æfingaplan og bara plan þegar að barnið komið í heiminn, hvernig þú ætlar að halda áfram með það? Ég náttúrulega þurfti svolítið að vera með plan þegar ég varð ólétt, bara þjálfarinn minn ennþá að prógrama fyrir mig, út af því að mér verður að líða eins og ég sé að gera réttu hlutina og ég að vinna með konu úti sem að hjálpa með bara kviðvegana hjá mér, innri kviðvega og grundabátsæfingar, þannig að maður komið sem best út úr þessu, þannig að mér líður eins og ég sé að gera alla hlutina eins vel eins og ég get. Við erum að reyna að byggja VO2 Max sem eitt meðan ég ólétt, það víst einn af þeim hlutum sem maður getur mögulega byggt upp, þannig að maður svona, það meira fyrir hausinn held ég. Hvernig gerir það? Það reyna að taka lengra æfingar bara á lægri púls, núna hef ég tíma til þess og byggja upp bara út af því að það náttúrulega mun meira blóð í líkamannum og ég þyngri og já, maður búin að bæta við rúmum lítrum hérna blóði, þannig að það þú veist, á þessum tímabilið þá getur maður aukið æðarnar og blóðflæði til vöðvana, þannig að leið að ég er svo búin að eiga þá möguleiki á að súrefnis streymi verið betra. Þannig að það einn af þessum hlutum, en síðan mjög erfitt að taka, jú, ég alveg með plan eftir, en maður veit náttúrulega ekki, ég get ekki ákveð hvernig fæðingin eftir að ganga og allt það, þannig að maður verður svolítið að taka bara hvernig það mun ganga, en það alveg markmið að mér langar að keppa í janúar. Það væri mjög gaman að ná fyrsta mótinu lók janúar. Það planið? Það er markmið, en ég veit náttúrulega ekkert hvernig það verður og ég gerir mér alveg fulla grein fyrir því líka. Ef ég fer of hratt af stað, þá maður veit ekki hvernig líka með brest við því, þannig ég er með besta fólk til að hjálpa mér til þess að ég geri alla hluti rétt og taka þér róleg. Ég ætla náttúrulega að njóta þess líka bara að vera með hana í byrjun og alltaf, ég veit ekki hvernig þessi hluti ganga fyrir sig, þannig að þú veist, ég verð náttúrulega að taka þetta bara í þeim skrefum sem ég þarf að taka þetta, en já, það er markmið hjá mér, lók janúar, fyrsta mót. En hvernig þú segir að fara ekki hratt af stað? Sko, það eitt af því sem ég, svona, þegar ég horfa á fólk sem í, mér finnst það kannski svolítið svona eins og það, því ég gerði bíómyndu fótboltalandsliðið og með fullri virðingu fyrir, fótboltamönnum sem eru oft á tíðum æðislegir íþróttamenn, að þá æfinga álagið þeirra ekkert í líkingu við, ég tek 2 íþróttir, CrossFit og MMA. Það svolítið svona, mér finnst það vera bara á öðru leveli þegar kemur að álagi. Já. Hvernig fólk sem að æfa á þessu álagi, hvernig kannt að fara ekki fram úr þess? Ég hef náttúrulega svolítið þurft að læra það bara í gegnum árin. Núna ég er búin að vera í þessi 10 ár og ég get ekki eftir eins og ég var að æfa 2011, ef ég hefði haldið áfram að æfa þannig öll ára mín, þá var ég löngu ónýtt. Þú veist, líka mér væri bara ekkert. Þú lendir í Ég lendi í bakmeiðslum. Það var 2013, þá fekk ég útbungun bakinu og alveg mjög, þú veist, slæma og var með alveg taugalegin í hálft ár niður eftir einum fætunum og það, ég fór aldrei í aðgerð, en þar þurfti ég að læra svolítið þetta svona læra að hlusta líkamann, ekki fara hratt, ég fór hratt að stað aftur og það var svona ákveðin græðgi sem var í manni, bara búin að vinna hann á 2 ára röð og maður ætlaði sér bara að halda áfram á uppleið, en ég hef þurft bara, já,
læra að breyta æfingunum mínum svolítið. Ég æfi kannski ekki nákvæmlega eins og fólk sem að byrja í, eða þú veist, svona nýtt í crossfitinu að keppa á heimsmeistaramótinu. Ég æfi mjög mikið með púlsmælir og tek meira af monostructural æfingum. Ég ekki að taka crossfit-vott 2 á dag. Ég að taka crossfit-vott kannski 2-3 viku. Er það þá því þú búin að byggja upp ákveðin grunn sem þú hefur að vinna með? Já, í rauninu, og ég þarf ekki endilega, þú færði ekki bara mest út úr því að fara 100% alltaf. Heldur færði meira út úr því að taka, þú veist, það tekur minna á lántni en axlir og fleira og bakið, að taka meira af hjóli, hlaupi, róðri, þú veist, þetta svona symbolæfingar, ég næ púlsunum upp þannig og síðan fer ég kannski í 5 leika, eða hvernig sem það er. Þannig að ég þarf ekki að ná púlsunum upp og þreyta mig með þyngdum eða erfiðum æfingum, heldur næ ég að byggja svolítið upp, þreyta mig og svo hendi ég mér í það sem ég ætla mér að vinna í. Þannig að ég byggja upp, eða þjálfara minn byggir upp prógramið mitt svolítið þannig, sem að styrktaprógram, það er á ákveðnu tímabili, þá maður renna styrkja fæturnar og axlirnar og allt það, þú nærði ekki að byggja upp allt á sama tíma. Þannig að þetta fer svolítið svona í tímabilum, hvernig maður er að byggja upp líkamann og hvað virkar fyrir mig, virkar kannski ekkert fyrir alla aðra, en þetta er eitthvað sem ég þurft að læra bara inn á sjálfa mig, þannig að ég er ekki í besta formi allt árið, heldur passa ég mig, ég er að píka á réttu tímanum og þá leið og það sem ég segi í þú veist, apríl, maí, júní, það er það sem ég fæ að taka, það sem ég finnst skemmtilegt, bara crossfit-vott á fullu, brjóta niður svolítið líkamannum, það er náttúrulega að kenna líkamannum að venjast álæginu og til verðin kannski að taka þú veist 3 til 5 keppnir á dag. Ég sé glampa í augun á þér þegar þú segir orðin að brjóta líkamann. Já, maður er náttúrulega pínu klikkaður, sko. Sko sem ég skrifaði ævisögu Jóns Páls Sigmarssonar, sem að vann sterkasta mann í heimi, held að vera eitthvað 3 eða 4 sinnum. Já, 4 eða 5 sinnum eða ekki. Og æfingafélagarnir hans sögðu, þar sem að Jón Páll hafði umfram okkur alla hina, var að þegar þetta var orðið alveg svona óbærilega vont, þá kom svona glamp í augun á hann. Og mér finnst eins og ég sé að sjá það svolítið í þér, sko. Maður með pínu þetta er eitthvað skrítið, þú veist, þegar maður er að þjassa mest, þá, já, eins og ég segi, þá fær maður mest út í, það er það sem fólk brotnar niður og maður er bara eitthvað, fuck this, ég get þetta. En hvar leikur línuna því eins og segir, þú lendir í sem baki og þú vil líka lendi í hjartavandamálum. Já. Er það ekkert eitthvað sem þú lætur þið aðeins svona verða hræddum og sért að fara fram úr þér? Jú, maður þarf að læra það. Ég lendi í bakinu, ég hef verið að díla við hnjavesen, ég hef verið að díla við axlavesen og allt þetta, en maður lærir á þessu öllu og jú, það er alveg ákveðið í því, maður ætti kannski að hætta, ég bjóst aldrei við því að ég myndi geta keppt í CrossFit 10 ár og líkamannum væri eins heillan sem hann er. Ég bara, mér líður ótrúlega vel í líkamannum, bara hnén eru góð, bakið er gott, axlunar eru góðar, ég er ekki með neitt vesen, ég get gert allt. En þetta er líka ákveðin fórn sem maður var tilbúin að leggja á sig þegar ég var búin að vera í þessi svolítinn tíma. Ég gerði mér alveg grein fyrir að þetta er ekkert gott fyrir mig og ég mun aldrei segja við fólk að keppa, skiptir ekki máli hvað íþrótt það er, að vera atvinnumaður í einhverju sporti, þú ert að slíta líkamannum meira, þú ert að taka ákveðna sensa með líkamann og jú, það er mjög líklegt að liðamótin á mér þegar ég er orðin gömul verði kannski ekkert upp á það besta, ég vona það og ég ætla að halda áfram að viðhalda vöðvastyrk og það er eitt af því sem ég trúi svo svakalega mikið á er að við þurfum og allar rannsóknir að sýna fram að það við þurfum að viðhalda vöðvastyrk sérstaklega þegar við verðum eldri þannig að það er svona það sem ég mun halda mér í því ég mun ekki halda mér í svo æfingálagi þegar ég hætti að keppa og því að það meika bara ekkert sens og eins og ég segi það væri alveg sniðugt og ég er ótrúlega þakklátt fyrir það ég er ennþá heil eftir öll þessi ár en ég líka lofaði sjálfur með því svo lengi sem að ég elska að keppa og nýta svona mikið að æfa af hverju á ég að taka það frá sjálfur mér leyfa mér að gera það svo lengi sem ég nýt þess ég hef engan áhuga á því að keppa á heimsmeistaramótinu
eða í neinu sporti og vera meðal. Þannig að leið og ég sé fram á það að ég sé ekki að fara að vinna, þá ég hætt. Ég bara þannig, ég bara engan áhuga á því. Jú, það alltaf, maður segir við alla gaman að taka þátt, en hvað það sem gerist ég ekki þar. Þú vinnur 2 í röð, þú ert alveg, og svo leið maður eins og það kæmi svona second wind þegar þú ert alltaf inn aftur komin. Það var ekkert second wind. Nei, þetta samt svolítið. Það leit svolítið þannig út. Já, það leit þannig út. Já, ég veit það. Ég fekk náttúrulega bakmeiðslun 2013. Kom tilbaka 2014, lenti í öðru sæti þar og þá var ég ennþá svona að byrja að treysta líkamanum á mér aftur. Bara, ég held að ég væri bara indestructible, skilurðu. Og náði að slasa mig. Eftir 2014 það væri svona, ok, jú, þetta í lagi. Ég get treyst bakinn á mér aftur. Ég get gert þetta aftur. Ég var í svakalega góða formi 2015. Mjög góða formi. Ég fekk heat stroke og ég þurfti að draga mig úr keppni. Og þetta það hafi ekki verið bara já, eitt það erfiðasta mót sem ég keppti á út því ég þurfti að hætta og ég hef alltaf verið með þetta og það ástæðan fyrir ég líka að ég segi þetta, þú veist, þegar líkaminn segir mann hætta eða hausinn segir mann hætta, þá held ég áfram og því ég veit að það hausinn sem að segja mann hætta. Ég veit alltaf að maður getur gert meira. En 2015 þá sagði hausinn mér að ég geti haldið áfram, en líkaminn bröðst mér aðeins þarna og það náttúrulega utan eitthvað sem ég hefði nokkuð tíma geta gert, ég bara ofhitnaði og hálf eyðilagði mig á að reyna að halda áfram. Ég hélt áfram í 1,5 dagi viðbót en gat vallar hreyft mig og ég fekk bara mjög slæmt rabdó og ég gat ekki tekið arbi 2 mánuðum setna. Ég var ennþá bara engin verkir við honum en ég hafði bara engan styrk. Ég var bara niðurbrotið, það hefði verið svo svakalegt í mér. Þannig að það útskýrði 2015. 2016 þá var ég bara í klikka góða formi aftur en við fengum Murph aftur á því móti og ég hafði bara ákveðið að ýta þessu eventi bara til hliðar og ýta því til hliðar að ég hefði fengið heat stroke, að það myndi bara ekkert gerast aftur og ég hefði aldrei hort á nein vídeo eða neitt frá þessu ári eða hvernig þetta gekk hjá mér. Ég hafði ekki áhuga á því og því að bara, mér leið bara illa á að hugsa það. Og síðan 2016 þá fáum við þetta aftur og ég bara brotna algjörlega niður. Þau sýna rétt á hann við byrjum með vatninu, þá sýna myndir af mér þar sem ég eitthvað veltast og á erfitt með að halda mér á fótunum og það svona rifjast upp bara minningar og ég átti svakalega erfitt með að klára það vott bara, koma mér í gegnum það. Annars þetta mjög góð æfing í rauninni fyrir mig, þetta alveg svona mjög góð æfing fyrir mig, þannig að það mjög pirrandi. En út í gegnum það allt það ár, þá þorði ég aldrei að fara eins hratt eins og ég gat farið. Ég var alltaf hrædd að ofhitna og ég var svo miserable að keppa, bara, mér langaði bara að það væri búið, mér var alveg sama í hvaða sæti ég var, ég vildi bara ekki vera þarna. Eftir hvert einasta event þá gekk ég út og ég hefði getað að fara hraðar. Þú veist, ég hefði getað gert meira. Og þetta þetta versta sem ég held að geta gert þér sem keppnismanneskja. Þú ert búin að leggja svo mikið á þig. Það nefnilega málið, þú veist, það sem fólk gerir sér ekki grein fyrir þetta lítur út fyrir að vera geðveikt skemmtilegt líf og þetta ótrúlega skemmtilegt líf. En þetta 100% vinna, ekki bara þessar 2 æfingar á dag sem maður að taka, heldur þess á milli, þú veist. Ég legg mig mjög oft á daginn til þess að reyna að recovera. Ég vigta það sem ég að borða til að passa upp á því sem ég fá nógu mikla nægilega næringu. Ég fer ekkert út af hverju einasta kvöldi og því ég að eyða klukkutíma á gólfinu í að teygja og gera mig tilbúna fyrir daginn eftir. Allt þetta recovery og öll þessi vinna, blóð, sviti og tár sem eru búin að fara í það, að gera sig tilbúin fyrir þetta. Og svo gengum maður út og bara, ég ger ekki allt sem ég gat. Þú veist. Þannig að eftir það ár var líka þá down ár en ég var í sjúklega góða formi. Ég get alveg logið því, ég var alveg í topp formi þarna. Eftir það ár þá fór ég að vinna með íþróttasálfræðing bara til að vinna í þessu öllu saman og ég var ótrúlega glöð. Við fórum frá Kaliforníu,
já, alveg frábæra minningar frá Kaliforníu, en við færðum, leikarnir voru færðir og voru færðir til Madison, þannig að það var nýtt umhverfi og nýtt sem var í gangi, þannig að mér tók svona að fara í burtu frá þessum slæmi minningum og fókusa bara á að keppa aftur og bara vera ég aftur og þá komst ég á pall aftur og árið þar eftir í 5. sæti og náttúrulega núna í ár var náttúrulega bara glata og ég er ekki að fara út í það en þú veist. En það einmitt þetta kannski þegar ég að segja svona, og það kannski svona ímynd þeirra sem sjá þetta úr smá fjarlægð, svona second wind, að þá það þetta þegar þú ert að keppi í íþrótt þar sem að jú, þetta önnur mót, en það þetta eina mót. Það bara þetta sem þú sérð. Og þú ert að lýsa þarna Ára sem í frábæri formi og ef þú værir Lionel Messi, þá þau kannski á 40 leikja tímabilið á 35 góða leiki. Nákvæmlega. Og ég skil það alveg, en það gaf mér samt líka, ég verða við ekki það gaf mér ákveðið boost og motivation að fólk var bara, já, Annie útbrunnin, Katrín, Tanja og Ragnheiður eru bara mikið betri heldur en nú, en af hverju Annie en þá að keppa og líka fólk úti bara svona Æ. Tekurðu svona inn sem bensín? Þetta alveg, já. Sérstaklega þegar ég veit betur, það svona eitthvað, ok. En Ragnheiður búin að lenda svolítið í þessu, að það hefur verið svona nokkru sinnum einhvern veginn, það eitthvað sem klikkar á mótinu sjálfu eða kringum það. Já, og því að Ragnheiður hún klikkagóð, alveg bara, maður hefur séð það bara frá upphafi hjá henni, hún sjúklega góð og með bara þessi, já, líkami og vél sem hún með bara með betri en það á það til að koma upp bara eitthvað þegar hún að keppa. Ég veit ekki hvað það ég veit hún alveg búin að vera að vinna í sínum málum og vinna með mismunandi þjálfurum og allt það. Ég hef bara verið, ég veit ekki hvað það bara ég hef fundið fólki kringum mig sem að ég á mjög auðvelt með að vinna með og eins og ég búin að vinna með sama þjálfaranum frá 2010 og við erum bara búin að þroska svolítið saman, hann veit hvernig ég og hvað ég þarf og ég veit hvernig hann og hvað hann þarf til þess að pússa honum sem þjálfara og allt það, ég þurfti náttúrulega að finna mér hérna íþróttsálfræðing sem ég fór að vinna með, hún með eitthvað annað sem hún að vinna með en þetta hefur oft eitthvað komið upp hjá henni, þannig að maður bíður eftir að hann fái árið sitt það sem allt gengur upp hjá henni og hún áða alveg að einu, maður veit það en já, eins og segi, ég veit ekki nákvæmlega hvað það sem hún þarf en mér langar alveg ótrúlega mikið að hjálpa henni með það, ekki strax og því ég ætla að keppa aftur en þú veist ég hef samt alveg, já við erum farnar að æfa, hún tók open með mér núna í ártildam, eða í fyrra í 9. október og maður svona farin að kynnast henni aðeins betur sem person. Ég og Katrín Tanja hefur náttúrulega verið vinkonur í mörg ár og ég sé hvað hún þarf að halda og... Þið þrjár eru náttúrulega svona rockstjörnur í íþróttinni og eru náttúrulega bara frægur út allan heim og líka á Íslandi og svona. Maður sér alveg augljóslega hvað þú og Katrín Tanja hvað þið eru nánar og svo sér maður einmitt að náttúrulega Ragnheiður Sara náttúrulega lítið upp til þín og allt það. Ég að miskila ég sé á svona smá, kannski svona tensjón á milli þeirra? Mér finnst það nefnilega ótrúlega fyndið að fólk, mér segir það að ég posta hluti með Katrín Tanja, það alltaf en Ragnheiður Sara. Það ekkert tensjón eða neitt þarna á milli. Alveg satt. Alveg satt, sko. Það gott, ekki sem ég veit af allavega, og við tölum nú já, ég held að ég og Katrín Tanja tölum allt saman. Nei, það ekkert þannig í gangi og þú veist, fyrir leikana og allt það þegar við hittumst, það allt gott að við tölum saman og allt það, en það svolítið fyndið og því við erum frá litla Íslandi, þá bara, já, allar dæturnar eru bestu vinir, að sjálfsög það ekki þannig. Nei. Ragnheiður Sara, hún að æfa í Keflavík og Ragnheiður Sara, hún hefur verið að hefur flyttið Tennessee og verið að æfa þar fyrir leikana hún hefur verið að vinna með þjálfurum sem ég næ alls ekki saman við og ég hef haft, já, það mjög fáið sem ég á í erfiðleika með en ég hef alveg átt í mikið svona það hefur verið einhver togstreita á milli þjálfarana hjá henni og þjálfarana hjá mér og mér, svona einhverja hluta vegna hefur það komið upp það hefur aldrei haft áhrif á mig og hana og við hefum alltaf passað upp á ég hef alltaf passað upp á, þú veist, mér drullið sama hvað þeirra á milli en þú veist, við erum góðar
og ég hef alltaf haldið með Katrínu Tönju og Ragnheiði, ég held meira með sjálfur mér og ég vil vinna, en ég vil hafa þær bara beint á eftir mér, skilurðu. Ástæðan fyrir að ég og Katrín Tönju erum svona góða vinkonur rauninu bara, hún kom í crossfit-stöðuna mína þegar ég var að byrja með crossfit og þegar hún var að byrja í crossfit og ég hjálpaði henni gegnum grunnnámskeið hennar og ég ítti á hana að fara til Danmerkur að keppa og ég var bara svona, shit, við erum alveg með efnilega manneskið þarna, var ótrúlega gaman að sjá hvað hún á eftir að geta. Síðan vorum við með smá tíma þarna þar sem við vorum ekki að æfa saman og voru einhver 2 ár þar sem við vorum ekki að æfa saman. Akkurat þegar hún komst ekki svo, hún komst í rauninni annað þessum árum, fyrsta ára hennar, svo komst hún ekki þarna árið eftir, klikkaði og eftir að hún komst ekki, þá kom hún í stöðuna mína aftur, loksins, ég alveg að reyna að draga hana og við fórum að æfa bara mjög mikið saman og eftir það þá höfum við bara, já, verið það góða vinkonur og náð það vel saman. Það mjög fáið sem skilja það sem maður að gangi í gegnum og það sem maður að gera og á sama stað og maður sjálfur þegar maður í þessu. Það mjög fáið sem að skilja það allt saman. Þannig að það ótrúlega þægilegt að vera með mannesku sem að þú nærð svona svakalega vel saman við. Við getum hlegið að hlutunum, við berum svakalega mikla virðingu fyrir hver annari. Þannig að þegar við erum að taka æfingar á móti hver annari í rauninni, ég vil alltaf vinna hana, hún vil alltaf vinna mig, en það samt ákveðið respekt þarna. Þannig að þó sem hún vinnur mig, þá ég ekkert eitthvað brjálið út af því og því ég ber virðingu, ég veit hvað hún búin að leggja á sig líka. Þannig að þess vegna gengur það svona vel hjá okkur. Ég bjóst aldrei við því að þú gætir eftir svona mikið með mannesku sem að keppinautin. En ég segi það sem það líka, ég og hún munum aldrei verið í æfingabúðum saman. Fram að leikunum skilur við akkurat þarna 2-3 eða mánuð fyrir leika, þá erum við ekkert að æfa saman á hverjum degi. Hún með sinn þjálfara, ég mun aldrei vilja að við séum með sama þjálfara. Ég með minn þjálfara og mitt líka kringum mig. Þegar við fyrir að leikana, við höngum saman og við getum hlegið og við getum hverjum annir stuðning og manni líður vel og því að það eins og maður sé bara að taka æfingar eða keppnir á móti hver annari skilur En ég ekkert að fara til hennar bara reynda að hugsa þetta í þessu eventi og passaði þið á þessu keppna, þú veist. Ég hef mín trikk fyrir mig og hún með sín trikk fyrir sig. Akkurat. Og það sama bara með Ragnheiði, þú veist. Við erum góðar alltaf í þessum, þegar við erum að borða fyrir, þú veist, whatever sem að það þá erum við allar góðar, en við erum allar með okkar hópa og því að það það sem að þarf. Ég þarf bara minn hóp fyrir mig og ég ekki að deila því með einhverjum keppinaut, en ég held að það sem skiptir mest máli að við erum bara allar með þessa virðingu fyrir hver annari og það er svona gengur þetta upp, en þetta er svolítið fyndið. Við erum alveg með fleiri dætur, Þuri hefur verið með mér í æfingabúðum og Eik hefur verið með mér í æfingabúðum og allt það, en það er náttúrulega við erum þessar 3 og það sem finnst mér fyndið hvernig þetta kemur svolítið oft upp eins og Ragnheiði sem það sé ekki hluta af þessu. Ég að reyna að fá hana til þess að æfa meira með mér og því ég sakna þess að vera með einhver að æfa með og ég held að það er það sem hana vantar svolítið. Hana vantar held ég að æfa eins meira með öðrum stelpum sem íta sér. Það var svakalega erfitt skref fyrir mig að taka. Þegar ég tók það með Katrínu Tönju, þegar Katrínu Tönju var orðin það góð að hún gaf mér nægilega mikla samkeppni, ég var ekki tilbúin til þess að æfa með neinum öðrum stelpum út af því að þessi ákveðin pressa sem þú setur að þú vilt alltaf vinna og ég vil ekki gefa henni tips. Strákar allt öðruvísi. Þetta svona... Hvernig þá? Fredrik kærasta minn til dæmis, hann hefur, þú veist, Björgvin Karl og Fredrik, við erum alltaf í æfingabúðum saman og Björgvin Karl náttúrulega, já, bestur á Íslandi og einn af þeim betri í heiminum, skilurðu. En þeir hafa verið alveg í þeim aðstæðum þar sem að þeir eru að keppa sæti að komast á leikana og það eru bara 3-5 sem hafa verið að komast frá Evrópu. En samt þeir að æfingu saman og Fredrik bara, já, passaði því þessu hérna og reynda að hugsa þetta hérna þegar þú gerir þetta hér og að gefa hann tips og fleira og maður alveg, hættu að hjálpa honum. Hvað að þér? En þú veist, þetta ekkert neginn, stelpur svolítið svona... Erfiðari. Við erum erfiðar. Og ég var alveg tekið eftir því bara stráka geta svakalega keppniskap og þeir vera pirraði þegar þeir tapa fyrir hverju öðrum allt það, en svo bara eitthvað fist bump og bara búið, skilurðu. Við höldum ekki meira í þetta og bara
hún hlýtur að hafa verið að svindla þú veist, það kemur alltaf þetta svona já, mér finnst ég sjá hjá stelpum aðeins svo mikið, ég og Katrín hefur mjög mikið talað um þetta og þetta eitt af það sem við erum að gera með dóttir og viljum gera með dóttir við eigum það til að toga hver aðra alltaf niður til þess að koma okkur upp og við höfum einhvern veginn trú að því ef við komumst á toppinn þú veist, ef einhver önnur kemst á toppinn þá komumst við ekki á toppinn en málið við togum hver aðra upp strákar hafa alveg náða að sýna okkur með stuðning og gengur þess vegna betur í rauninni og yfirleitt betra, það ekki eins mikið spenna á milli strákana í CrossFit heldur en á milli það alveg spenna, við erum ekkert alla vinkonur á games sko, ég held mig út úr öllu drama og ég þoli ekki stelpudrama en þú veist, það alveg shit í gangi og það fáránlega fyndið að fylgjast með því en þú veist en svo hvað? Ég ætla ekki að fara út í það og nefni það alveg mjög fyndið stuff sem kemur upp bara svona bitchy stuff en já, við erum einhvern veginn öðruvísi það kemur aðeins og mér langar svo að það breytist og því að ég að taka Katrín með mér æfingu þó að ég hef kannski verið betri í byrjun að draga hana upp skilurðu, núna hún að draga mig upp líka, við hjálpum hver annar og við verðum betri og betri og betri út af hver annari skilurðu mig og þetta einhvern veginn svona svolítið erfitt skrif og þetta eitthvað sem að stelpur svolítið erfitt með að skilja held ég að þó svo að eina okkur fái samning við eitthvað risastort fyrirtæki utan CrossFit eða hvernig sem það þá hún fái hennan samning getur verið gott fyrir okkur allar þetta gott fyrir sportið, þetta gott fyrir konur þú veist, að skynja þetta svolítið þannig í staðin fyrir að horfa bara eitthvað shit, hún fekk hennan samning, þetta glatað ég hefði átt að fá þetta, ég á meira skilið heldur en hún, eða þú veist, við förum svolítið oft í þetta í staðin fyrir að samglæðjast og já. En talað það sem konur í íþróttum, ég ætla að koma aftur þegar þessi smá samlíking sem ég veit ekki alveg að því svo manneskja sem ég þekki persónulega sem ég hef hort á bara eins og segi, ég var innan fótboltalandsliði í 2 ár svo kynntist ég manneskju sem ég þekki vel sem Sunna atvinnumaður í MMA Já. Æfingaálagið sem ég horfði á hjá henni á öðru level en allt sem ég hef séð sko. Og það sem hún leggur á sig þú veist, hún með brákaða núllið að fara á 2 klukkutíma bóksæfingu og svo framvegis, endalaust það sem kannski svolítið svona, ég ætla að koma með smá samlíkingu í MMA var það kona sem var á einhverjum punkti svolítið stærsta nafnið í íþróttinni, Ronda Rousey og þú kannski svolítið í CrossFitinu þetta eru svona íþróttir sem eru frekar nýjar svona þannig og þið eru jafnvel á einhverjum punkti bara aðal rockstjörnundar, meir en kallanir þetta ekki, hlýtur að hafa verið svolítið sérstætt fyrir þig þegar þú ert að draga vagnina 2011 og 12 og þú ert einhvern veginn bara aðal rockstjörnan í íþróttinni Það alveg svolítið jú, og það var líka svolítið svona stolt sem að koma með því Rich Froning var hana kallamegin og ég kvennamegin en það var ekkert minna úr konunum í CrossFit og mér finnst það eitt af því sem ég svo ótrúlega stolt fyrir CrossFitið við erum það sama velunafé það sama, ég hugsa að samninga sem mjög svipaðir jafnvel fleiri kvenmenn sem með að lifa á sportinu myndi ég heldur en kallmenn í CrossFit og jafn mikið TV time við erum yfirleitt með meiri spennu kvennamegin og í seinasta hítinu eða svona við erum oft þeir sem að enda á föstudagskvöldi, á laugardagskvöldi þá það oftast konurnar sem enda út því það meiri spennu að horfa á það og mér finnst það það ógeðslega gaman að fá að vera hluti af þannig sporti það sem að svona mikið jafnrétti, ég held að ég myndi eiga mjög erfitt með ef að kallmenn væri að fá mikið meira eða meiri athygli og því við erum að leggja alveg jafn mikið á okkur eins og þeir og þetta svo ótrúlega jafnt og það mér svo cool að það sé töff og orðið flott bara að konur séu sterkar, allan í mínum heimi það orðið, og mér finnst heiminum bara að vera að breytast, á seinustu 10 árum það finnst mér þetta orðið að vera að færast úr bara svona að vera grönn og supermodel eða vera í góðu formi alls ekki að segja að allar konur vilja líta út eins og ég líti út, ég veit að það örugglega mjög fáir sem að vilja vera með eins mikið af vöðum eins og ég með en
það líka mjög mikið vinna sem fer í það að vera með veð eins og ég með og það sem hrædda við að það er maður alltaf svona ég get lofa þér í, þú átt ekki eftir að vakna svona ef þú vakna svona, þá var ég brjáluð út af vinnu sem ég er búin að leggja sjálf á mig, skilurðu en það er farið að vera flott að vera bara svona heilbrigð og mér finnst CrossFit að hjálpa mjög mikið þegar kemur að því já, ég veit ekki hvort ég fór alveg út úr hana það sem þú varst að spyrja mig út í en þú veist, ég áður til bara að bladra ég veit ekki hvort við vorum ekki með eitthvað vídeo af 2012 en hvað ætlaði ég, nú datt ég út það er athyglisbrestur en ég er með svona athyglisbrest já, við erum með vídeo frá þér þegar þú ert að vinna seinna skiptið því það sem ég ætlaði að spyrja, nú man ég að það er að endurtaka eitthvað það er einhvern veginn miklu erfiðar að endurtaka sigur heldur en að ná honum í fyrsta skipti halda hungrinu já hver er munurinn á því, íþróttafólk er oft spurt að því að vinna í fyrsta skipti eða vinna aftur sko, pressan sem að kemur eftir að vinna fyrsta skiptið og pressan sem þú setur á sjálfa þig eftir að vinna hún gerir þetta erfitt og það finnst mér líka svolítið skera úr þeir sem að lifa í sportinu áfram eða ekki, þeir sem að brotna niður við það álag og ég átti á ákveðnu tímapunkti 2012 þá brotnaði ég niður þegar það leit út fyrir að ég var ekki að fara að vinna aftur bara það hefði smá klikka hjá mér í sundaventinu og mér leiður ekkert saklega vel í sjónum já, það hefði smá komið upp á þar og svo hefði komið aðeins upp á í eventinu hann morgunin á föstudeginum líka og það leit bara út á lítabortinu bara já, ég á ekkert sens á að vinna og mér fannst ég vera að bræðast það voru svaklega margir úr fjölskyldunni að fylgjast með mér sem voru á leikunum hann líka og ættingjar og liðið mitt úr CrossFitinu og hópurinn sem hafi fylgt þeim og það voru mjög margir í árændstúkunni ég komið fleiri samninga og maður var farin að setja bara ákveðna pressa á sjálfan sig og mér fannst ég vera að valda þeim öllum vonbrigðum það er bara svona vá, ég skammaðist mín fyrir sjálfan mig og ég skammaðist mín fyrir hvernig mér var að ganga og ég var með svo mikið samviskupið að allir hefur ferðast þarna til þess að fylgjast með mér og síðan var mér að ganga eins og mér var að ganga en það var með svona bara ákveðnum tímatum það sem að mér fannst ekki gaman að keppa fyrstu eventin hana út af því ég var búin að setja svo mikla pressa sjálf á mig og mér fannst bara ég varð bara að vera best og bara hugsa niðurstöðuna frekar en það sem ég var að gera hvert og eitt skipti og við tókum bara samræði, bara liðið mitt, við tókum bara smá samræði saman hann og ég man svo ótrúlega vel eftir þessu og því ég var bara, brotnaði bara niður og við ákvæðum bara, ég get bara hætt, ég vil hætta og get bara hætt. Ef ég ætla að halda áfram, það verður líka bara að gera maður grein fyrir því að þeir sem vilja ekki vera með samning við mig eða vilja ekki styðja við mig, það skiptir bara engu máli. Þau geta bara hætt að styðja við mig ef þau þurfum bara að ég vinni. Foreldrar mínir voru annað náttúrulega 100% þú veist, þeim fannst leiðilegt að mér gekk eins og ég vildi að mér myndi ganga en þú veist, það var ástæðan fyrir því að þau voru að til þess að geta sínum með stuðning ekki út af því ég þurfti að vinna fyrir þau ég var að vinna fyrir sjálfa mig og já, við í rauninni vorum bara á þessum crossgötum bara, vil ég bara hætta þessu út af því mér fannst ekki gaman að keppa eða ætlaði ég að halda áfram vitandi það, ég gæti bara ekki unnið en ég ætlaði samt að sýna hvað ég væri ógeðslega góð að ég væri mikið betur heldur en þetta og ég ætlaði bara að njóta þess að fá að ganga út á keppnisgólfið jú, ég væri ekki að fara að vinna leikana en ég gæti allavega að nota þess að vera út á gólfinu og sýna hvað ég gæti gert og ég ákvað að gera það sem betur fer og það var bara, allt í einu var ég aftur það var gaman að keppa aftur ég gæti nota þess að vera þarna og leið og ég hef farið að hafa gaman að keppa þá gengum við vel og ég fer að vinna og það breyttist bara allt frá föstudagskvöldinu og fram eftir ég var ekki búist við að ég gæti unni aftur en það endaði bara ég endaði á toppnum aftur sem betur fer en þú veist, það var samt alveg svona það var mjög erfitt eftir að maður nær eins og segir, leið maður nær þessu stóru markmiðum hjá sér það er svona, já ok, hvað markmið núna? Það er bara, ég ætla að vera fyrsta kona í heiminum til þess að vinna 2 en það er náttúrulega ekki sama motivation og drive sem þú ert með og maður þarf að finna það svolítið og þetta er eitthvað sem ég þurfti að gera bara
hvert einasta ára eftir þetta, eftir 2012 eftir að ég vann það var ótrúlega erfitt fyrir mig að ákveða hvað ég ætlaði að gera eftir það voru mjög margir í kringum mig sem að þarna koma aftur, fólki svona sem að þekkja mann ekki nógu vel sem var bara, ætlar ég alveg að keppa aftur vildi ekki hætta á toppnum vildi ekki hætta með að þú ert best skilurðu, það var svona af hverju þarf ég að hætta að gera það sem ég elska að gera bara út því ég er búin að vinna tvisvar þannig ég ákvað að ég ætla að halda áfram en mér fannst samt alveg erfitt og ég vissi að ég þyrfti að finna eitthvað sterkara motivation og sterkara drive fyrir sjálfa mig af hverju ég var að gera það sem ég var að gera það gat ekki verið bara mér langar að vera fyrst í heima að vinna 3 sinnum það var ekki nógu sterkt fyrir mig það náði ekki nógu djúpt inn til mín og peningar hafa aldrei virkað fyrir mig það er ég mótiverast engan veginn og ekkert leið að kemur að peningum. Þannig að það var ekki eitthvað sem var að virka og þess vegna lít ég á það sem svolítið svona lán í óláni að ég hafi meiðst 2013 og því að við það meiðast og við þessar hugsanir að ég myndi mögulega aldrei geta keppt á heimsmeistaramótinu aftur og mögulega aldrei geta eftir eins og ég var að æfa aftur og aldrei orðin góð eins og ég var þá fann ég hvað ég elskaði þetta mikið og hvað mér langaði mikið og hvað þetta skipti mig miklu máli að ekki bara keppa heldur að æfa hvað ég nautast mikið að æfa og gera það sem ég var að gera því ég var ekki búin að taka ákvörðun þarna ætlaði ég að keppa aftur eða ekki þú veist, ég var ennþá sem krossgötum svolítið eftir leikana þarna þannig að eftir að ég meiddist það var að bara, jú núna er komið nýtt motivation það er að sýna fólki sem er að díla við og því ég ætti erfitt með að finna fólk sem hafa gengið í gegnum steinbakmeiðsli komast aftur inn í sportið sitt og vera sterkt og ég man eftir að læknirinn sagði við mig að ég myndi aldrei vera sama aftur og ég svona hugsa út í það bara við erum aldrei sem manneskjur erum aldrei að reyna bara að halda okkur í stað eða verða það sama aftur við erum alltaf að reyna að vera betri þegar kemur að íþróttum við erum alltaf að reyna sama hvað það er við viljum alltaf bæta okkur við viljum alltaf vera betri þannig ég að vera 100% aftur ég vil vera 120% ég vil vera 150% ég vil verða betri en ég var þannig að þetta meika ekki sens fyrir mig og ég ákvað bara það var alveg drullu erfitt og ég flaut til London einu sinni viku í nokkra mánuði bara því ég fann sjúkraþjálfara þar sem að virkuði vel fyrir mig og þú veist, það var alveg mikið álag og allt það sem að fór í það en ég horfði líka á það, þú veist, peningar sem ég er búin að þjána í gegnum þetta það á líka alveg að vera eitt í það að koma mér upp aftur, skilurðu? Ég ætlaði að spyrja út í það því þú ert vantarlega búin að þjána nokkuð vel á þessu en þetta er líka hellingur útgjöldum. Já, það er hellingur útgjöldum í kringum þetta þannig að sem betur fyrir að þjána það ágætlega í gegnum þetta líka en jú, þetta var svolítið svona það sem að koma hann upp aftur og ég hef lært á þessu, það hef ég lært það er bara maður þarf að finna sitt motivation og hvað það breytist sem mér árlega hvað það er sem að heldur mér á tánum og hvað það er sem að læti mig íta mér ennþá lengra og halda áfram að keppa. Peningar eru oft svolítið viðkvæmt umræðefni en þú veist hvað ertu milljónamæringur? Ég er ekkert eitthvað svona eina af ríkustu heimi, sko. Nei. Og það er klárlega, þú veist, maður horfir á oft eins og í Bandaríkjunum amerískan fótbolta og hafnabolta og körfubolta maður alveg eru þessi strákar að leggja eins mikið á sig eins og ég er að leggja á mig. Maður valdi svo svolítið vitlaus sport. Það er svoleiðis. En svo horfum maður á frjálsar og þú veist, fimmleika og alls konar önnur sport það sem er eiginlega engin peningur og þá gerir maður sér grein fyrir, þú veist. Þetta er ótrúlega sérstætt. Ég þekki eina stelpu sem að vísu náttúrulega ólympíuleikarnir núna frestað en hún bandarísk stelpa sem að átt að keppa í þrístökki ólympíuleikunum núna og hann er alveg topp 8 í heiminum og hún er rosalega þakklátt að ná rétt svo að lifa af því að nákvæmlega. Þetta er svo áhugavert. Það er ekkert sjálfgefið að maður ná að lifa á sportinu sinni og ég er bara mjög þakklátt fyrir það og ég er alveg komin á þann stað og komst á þann stað sem betur fer fljótlega að ég er ekki að lifa á velunafé. Þú veist,
það má ekki og ég fann að það virka ekki og þegar ég byrjaði í sportinu eins og ég sagði, þú veist, það var ekkert veluna fyrir en það ekki það sem að getur tóið mig áfram og það má ekki vera pressan þegar ég að keppa bara eitthvað, shit, ég verð að vinna út, ég verð að fá hann pening þannig ég geti keppt 1 ári viðbót, skilurðu. Það má ekki, þannig að maður lifir á sponsum. Það eru sponsar, það mánaðarlaunin hjá manni sem kemur manni gegnum árið og svo allt sem maður vinnur á mótum, það eru bara bónusar. Já. Það svolítið svona, já, sem betur fer en maður í þeirri aðstöðu núna og þetta háar upphæðir sem að, þú veist, þessi samstarfssamningar sem þið eru að gera. Þið eru komin með svona marga á samfélagsmiðl og svona. Hljóta að vera vínar upphæðir. Það fer eftir með, þú veist, hverju það eru náttúrulega. Það eru svona ákveðnir sem maður að vinna með sem að eru góða tekjur sem maður að lifa alveg. Ég ekkert að kvarta, þú veist, eins og ég segi, ég lifi á minni íþrótt. Ég og kærasti minn lifum á minni íþrótt og eru með há útgjöldin eru samt alveg að ná að safna, skilur ég skil. Þannig að ég ætla ekki að minnast á hennar upp að það og ég náttúrulega bundin í öllum samningum að ég má ekki minnast á það en ég myndi segja ég með þú veist 3 til 4 sem eru svona stórir styrktaraðilar og síðan eru aðrir sem að koma inn með ágætis aukatekjur hérna inn með því. Hefur fengið skrítin tilboð? Já. Ég fengi alveg stórfyrirlega tilboð. En svo eru líka náttúrulega mjög margir sem að hafa samband sem að vilja bara borga fyrir auglýsingar á Instagram eða borga fyrir að maður representi vöruna í, þú veist, með einhverjum örfáum póstum eða hvernig sem það og ég tek engu þannig. Engu þannig? Akkur ekki? Aldrei. Út af því að ég ég á social media og það skiptir máli að ég ég þegar kemur að því og mér finnst ég geta verið pikki með það og ég mun aldrei representa vöru sem ég ekki stolt að ég representa. Maður læriði það svolítið svona í byrjun og svolítið eins og ég byggja upp samningarna mína núna eða fyrirtæki sem ég vinn með. Eins og ég náttúrulega búin að vinna með Reebok núna í 10 ár þannig að við erum með mjög gott samstarf og ég að fá að gefa input og ég hluti af fyrirtækinu, ég svona hluti af fjölskyldunni. Ég búin að vinna með Róki 7-8 ár, þú veist, ég geri meira þess að þeir samningar sem ég geri núna, ég geri aldrei samning bara på 1 ár og því mér finnst það ekki vera alveg commitment. Ég tek nokkra mánuði að kynna vörunum ef það eitthvað nýtt fyrirtæki að tekið nokkra mánuði þar sem ég að sjá fíla ég þessa vörur, ég tilbúin til þess að representa þessa vörur, ég stolt að ég vera hluta þessu fyrirtæki, fíla ég fólki sem ég að vinna með og síðan tek ég ákvörðun og yfirleitt svona standardi sem ég með þetta eitthvað sem ég myndi segja að mamma og pappa nota. Vil ég að mamma og pappi noti þessa vörur og drekki þetta eða borði þetta eða noti þetta hvað sem það þá þau svolítið svona standartin hjá mér og núna eitthvað dóttur minn eftir að verða líka skilurðu en þetta svolítið svona ég ætla ekki að segja fólki að nota eitthvað sem ég ekki að nota og treyst ekki. Þetta frábæð mælikvarði, ekki það að ég sé sko neitt nála því að vera á þínu levelinni, ég fyrir daginn gefins kassa af einhverju svona sem á að vera eitthvað mjög heilsusamlegt og ég læti þetta aldrei mig. Það að gefa foreldrum, þegar ég var að hugsa að gefa foreldrum mínum þetta, þá ákvæði ég að fara og hendi sér ruslið. Það því að ég ekki að fara að láta foreldrum Ég elska það, þú alveg, ég ætla ekki að geta gefa mömmu og pappa. Það var fyrsta hugsunum mín, en ég endaði síðan á að henda í ruslið því ef þetta ekki nógu gott til að fara onni í mig, þá þetta ekki nógu gott til að fara onni í foreldra mína. Það bara svoleiðis. Nei, það nefnilega alveg fínn mælikvarði. Þetta mjög góð mælikvarði, sko. Já, ég held ekki, ég örugglega meira lús með sjálfa mig heldur en það sem ég myndi vera tilbúin til þess að segja að mamma og pappa nota, skilurðu. En talandum svona óæskilega efninni líka, maður er mjög viðkvæm lyfjaumræði kringum allt svona og það kom upp mál í... Ég þól ekki hvað þetta er viðkvæmt, því mér langar ótrúlega mikið að tjá mig svo hluti, en já, held að En hvernig sko að því að þetta er svona mismunandi eftir greinum, þannig að þú veist, þegar þú ert komin í einhverju svona sterkathamann heims, þá gefa sér allir að það séu flestir í þessu. CrossFit, það sem að fólk kannski hugsar þegar þú ert farin að skilja vel íþróttir, hugsar aðalega ég trúi alveg að geta orðið svona sterkur, en það hvernig ferðu að því að ná endurheimtinni og recovera eftir allt þetta álag, sko, án þess að vera að fá einhverja hjálp. Já, ég myndi velja, þegar ég fæ þetta svona komment á mig, það er svona, nennið að horfa aðeins aftur í tíman og sjá hvað ég gerði fyrir nokkrum árum síðan.
ég ekkert stansast að bæta mig, þú veist, ég þarf vinnan og það sem ég þarf að leggja á mig til þess að ná að bæta max töluna mínar eða verða eitthvað sterkari eða verða eitthvað hraðari, það suttaleg vinna sem fer í það og ég ekkert að bæta mendalega neitt mikið á milli hvers og eins árs, ef þú skilur hvað ég við. Maður kannski að ná að vinna með hærri prósentu fyrir fleiri rep eða hvernig sem það en þú veist, við erum búin að vera, þegar maður komin á ákveðin stað, þá stöndum maður alveg aðeins í stað, nema náttúrulega þegar maður fer að sjá alveg ótrúlegar bætingar eða allt í einu hjá einhvern sem er búin að vera í sportinu í langan tíma, þá fer maður alltaf að hugsa, ætti að segja eitthvað þarna, eða hvað gerði þessi manneskja öðruvísi? Mig langar að komast að því út af því að ég að gera eitthvað vitlaust. En já, ég vil trúa því að CrossFit sé tiltölulega hrein íþrótt. Aðallega út af því ef ég get ekki trúa því, þá get ég alveg eins hægt að keppa. Og því að hvernig á ég að sensa í einhverja sem eru tilbúin til þess að nota eitthvað. Og það að sem að pirra mig þegar fólk fyrir að það að kannski ætti bara að leyfa þetta í íþróttum og því að það einhverjir að nota. Mér finnst það ein glataðasta tillaga sem ég hef heyrt og því að það þýðir að fólk sem ekki tilbúið til þess að setja einhvern viðbjóð onni líkamann á sér eða taka áhættu með líkamann á sér, þá getum við ekki verið að keppa á hæsta level lengur. Ég þekki náttúrulega Katrínu Tönju mjög vel, ég veit að hún myndi aldrei snerta neitt, ég þekki Björgvin Karl mjög vel, þú veist, ég veit að hann myndi aldrei snerta neitt, hann veit ekki eins og þú veist, hann mjög glær þegar kemur að þessum hlutum, sem að þá hugsa ég, hann alveg að komast að pall og hann þarna í toppnum og ég veit hann ekki að nota neitt, sem þýðir að þú getur ennþá vera á toppnum í CrossFit á þess að vera að nota neitt. Og þessna hef ég þess að fulla trú að það sé hérna á toppnum. Ég vil alveg trúa því líka að, eða þú veist, ég vil ekki trúa því, en ég trúi því alveg líka að það náttúrulega eitthvað genetískt. Þú veist, sumir eru bara með hærra VO2 max en aðrir, sumir eru bara sterkara beygðir heldur en aðrir. Það skemmtilega í CrossFit að þú ert með mismunandi líkamstýpur, þannig að það ekki bara gott að vera sterkur eða bara gott að vera hraður. Þú vinnur á styrkleikunum þínum en þú tapar á veikleikunum þínum. Þannig að þú veist, þú þarft að ná þessu öll einhvern veginn upp. Þegar fólk fer að benda og segja að annað fólk sé að nota, aðeins að vera með neina sannanin fyrir því eða neitt annað, ég dæmi það fólk þannig, þú ert að reyna að réttlæta fyrir sjálfum þér að þú megi nota eitthvað, þú ert að hugsa að þið langi að nota eitthvað og það svona sem fólk réttlæti það með því að segja að allir aðrir sé að nota, að þú getur ekki gert það nema á sért að nota. Og eins og ég sagði líka áðan, þú veist, mér alveg sama, fólk má vera með sína skoðun á mér og ég þannig sé opinber manneskja á það sem ég geri, ég deili, þannig að þú mátt vera með þína skoðun á mér, en það sem að mér finnst leiðilegast þegar fólk heldur að maður hafi verið að nota og það sem að hræði mig mest með það að þá ég svo hrædd að ungi krakkar eða fólk sem að vill ná árangri CrossFit halda að þau þurfa að nota. Og því að ég var líka að hugsa úti, ég fer í blóðpröfur svona 2-3 sinnum á ári og ég alveg spæði þegar ég hægt að keppa í CrossFit, mér langar bara að deila í með öllum þannig að fólk sjáu bara hvernig allt lítur út og öll lyfjaprófin sem maður að fara í, þú veist, ég fer í mörg lyfjapróf á ári og alltaf ég veit alveg að það líka einhvern veginn kemst fólk upp með það, en þetta það sem að mér finnst svona leiðilegast og mér finnst vera að draga úr leið og einhver fellur á lyfjaprófi, þá allt í einu bara hvað, já, ekki allir að nota og það allir teknir inni þá, mér finnst það draga úr allir þessari vinnu sem búin að leggja í þetta, bara allt sem ég búin að gera til þess að komast þangað sem ég komin, þú veist. Sko, fyrir mér þegar ég að hugsa þetta með recovery hlutan, mundir þú þó útskýra það þannig að þú skilir þér líkamann hægt og rólega í að byrja að þola eitthvað sem að manneskja sem hefur aldrei eftir svona, hún skilur ekki 100%. Því það sem ég sem ég sagði líka með æfingarálagi, þú veist, við byggjum þetta upp, eða ég byggja þetta upp smám saman í gegnum
árið og það ástæðan fyrir að ég að æfa ennþá 2 á dag, mér langar að koma tilbaka aftur og þá vil ég passa líkamann að mér sé svona tilbúin, skilru, undir álag. Ég velti þessu fyrir, að því sko, ég var í fyrsta skipti sem ég einhvern veginn, ekki það að þetta sé á neitt nátt sambarlegt, en ég labbaði Jakobsveginn og þá labbaði ég sko 20-30 kílómetra og svo endaði ég að labba 40-50 kílómetra 4 daga í röð og lógist hefði ég þá átt að vera verstur í skrokknum þá, en ég var verstur í skrokknum fyrstu dagana þegar ég var að labba miklu styttri veglendir. Það var einhvern veginn svo líkaminn byrjaði bara að læra, nei þessi gæi bara að fara að labba 50 kílómetra á morgun líka og líka daginn við verðum bara aðlaga okkur. Já. Og þá fyrst fannst mér ég skilja ok, það kannski möguleiki að taugakerfið byrji bara að recovera hraðar þegar það fattar að þetta álag ekki að fara neitt. Já, þetta eitthvað sem þú þarft að venja líkamann á smám saman. Manneskja mun brotna niður, þú hefur örugglega brotnað niður og hefur gengið fyrsta daginn 60 kílómetra, skilurðu, og það átti ekkert inni ennþá en og þú byggir þetta upp smám saman hann út í gegn, það sama hjá okkur, við byggjum þetta þol upp smám saman og þá erum við tilbúin þegar við komum í keppni þá líka minn tilbúin fyrir þetta álag og tilbúin að leggja þetta á sig og recovera á milli og það sem við þurfum líka að gera ástæðan fyrir að ég vikta það sem ég að borða og að hugsa út í hvernig ég seti upp máltíðina mínar, ég drekk sykur á meðan ég æfingu, kolvetna meðan ég æfingu, prótein yfirleitt áður en ég einu svona búna æfingu út af því að líkaminn hann þarf bara til þess að jafna sig og maður búin að finna út hvað henta líkamannum sem best fyrir okkur. Ég sef að minnstu kosti 8 tíma á hverja einustu nóttu, yfirleitt 9 tíma á hverja einustu nóttu og ég legg mig 30 mínútur til klukkutíma á dag. Þú veist, þetta bara hluti af því að æfa og ná að recovera og venja líkamann á það. Og ég gera það sama í mótum, ég reyna að leggja mig og ég hef einhver tíma, þá leggum maður sig og maður passar að næra sér rétt og halda öllu gangandi. Við erum með sjúkraþjálfara sem halda manni gangandi og hjálpa manni, þú veist, upp á meiðsli og allt það, þú veist. Maður þarf að venja líkamann á það, smám saman og ég skil alveg að fólki finnist þetta ótrúlegt að maður geti það, en þá vil ég líka og í rauninni þegar fólk að tala tölur sem við erum að ná eða six-packið mitt eða hvernig sem það þá svona pröfaðu að taka 1 viku eins og ég tek 1 viku og þá gerir það kannski grein fyrir það sem maður að leggja á sig og hvernig maður getur verið í forminu sem maður í og ég verið með 6-pack síðan ég var 8 ára. Ég get alveg gert mig grein fyrir því eftir eins og segi bara hafa kynst Sunnu. Að það sé ég bara, þú veist það vinnan sem svo stelpa leggur á sig eitthvað ólíkt öllu öðru sem ég séð og þess vegna myndi ég skila mjög vel að það sé erfitt þegar einhver einn, það er oft gert mikið úr sem í þessum heimildamyndum það sem að kemur upp lyfjamál og það kannski svona svertir þá alla hina í leiðinni að einhverju leyti leið og að kemur upp þá eins og mýti að fara út í að sverta það eða sá sem að taka eins og segi það kemur alltaf svar frá þeim það allir hindrar að taka líka. En það sagan sem að fólk segir sér til þess að réttlæta fyrir sjálfum sér að taka eitthvað ólöglegt. Ég skil bara ekki hvernig fólk getur lifað með því. Hvernig getur staðið á palli vitandi það að þú hafi svindlað til þess að koma á hvernig fær fólk að sama stolt og satisfaction svona út úr því nema ef það að segja bara allir hinir segja að nota en það einhvern veginn minnst þetta svo ótrúlega veik svona réttlæting þú skilur hvað ég við hanna, já, mér finnst að þegar fólk fellur að það ætti að sýna öllum að það verið að testa og við erum að ná þeim sem eru að nota ólögleg í staðan fyrir að fara út í já, ekki allir að nota nei, þá væru vonandi eða líklegast fleiri að nást þú veist, við erum líka með testnefnilega utan móts ekki bara á móti, þarf náttúrulega að vera tiltölulega heimskur til þess að falla á móti myndi ég halda, eða græðgin að fara með fólk eða eins og hefur komið upp bara
þú veist, þú brotnar niður, þessna fólk örugglega að ýta þessu svona mikið og pussa því að geta nota meðan það er að keppa út af því að líkaminn náttúrulega vanur betra recovery eða eitthvað áður en þú kemur þá í mótið. Já. En já, ég vil allavega trúa því að CrossFit sé hreint sport og ég veit það allavega fyrir víst að fólk getur unnið heimsmeistaramótið án þess að nota neitt. Annars værum við ekki ennþá að komast á pall og ég hef alveg full að trúa því að við íslenska stelpurnar og íslenska strákurinn okkar og það við erum hrein. Langar áður en ég fer í svona bara blá lokin því ég alveg fínn í mörgun, ég hef ekki verið eitthvað þekktur fyrir, ég keppti reyndar á heimsmeistaramóti í japansku skylmingum einu sinni og í alvöru? En ég er samt ekki ég er ekki þekktur fyrir að vera eitthvað brjálaður íþróttamaður að leggja en ég hljóf Laugaveginn fyrir það. Já. Og þegar ég heyrði viðtal við þig og þú varst að lýsa þegar ég heyrði að þér hefði fundist svona erfitt að laupa Laugaveginn, þá var það miklu meira afrek fyrir mig að ég hef gert. Að því ég ber svo mikla virðingu fyrir þér og ég veit hvað þú leggur á það á æfingum. Var það að því að þú varst ekki vöndið að vera að hlaupa eða? Svona langt? Nei. Og ég hefði mig ekkert fyrir Laugaveginn. Hvað hefur mest hlaupið langt? Ég hljóp 5,5. Já. Einu sinni. 25-30 kilometra, 25. Já, ég veit það ekki. Það er eitthvað svo list. Já, eitthvað þannig. Ég hljóp hann bara og ég svona hljóp Esjuna örgulega 3-4 sinnum það árið og því ég var að gera mig tilbúna fyrir Games, þetta var 2009 og ég var nefnilega í Frjálsum og það var hlaupahópur hann í Frjálsum og þeir var að tala hvað Laugavegurinn var erfiður og þú þyrftir að æfa fyrir Laugaveginn og ég bara svona, nei, ég veit fólk í bootcamp sem að ekkert að æfa hlaup og það er að hlaupa Laugaveginn og það er bara eitthvað, já, það er náttúrulega bara vitlaust að það mun aldrei komast heilt í gegnum Laugaveginn og einn af þessum hlaupurum hafði nefnilega þurft að stoppa halva leið eitthvað og fá vökvi í æð og alls konar shit happens og ég bara svona, jú, veistu, ég held að ég geti alveg hlaupið ef ég myndi vilja það, ég bara hef ekkert mikið áhuga á hlaupi, það er bara nei, það er ekki sjans og bara sama dag skráði ég mig að hlaupa Laugaveginn og því ég var svo pirruð að ég myndi segja þetta og því ég hef alveg full að trúa í að við þurfum ekki, þannig að vera komið með þetta pínu CrossFit mindset, við þurfum ekki bara að hlaupa til að vera góð í hlaupi, við þurfum ekki bara að lifta til þess að vera góð í liftingum, þú veist, bara taka þessa liftingu eða þetta, þú veist, þetta vinnur allt með hvort öðru og bara verið í allega góðu formi og sterkur, þá verður betri í öllu og já, ég skráði mig að hlaupa og þetta var þá hljóp ég nefnilega, 5,5 og Esjuna til að gera mig líka tilbúna bara fyrir leikana ég keppti á leikunum og við komum heim og þetta var helgina eftir leikana var Laugavegurinn og ég var svo illa undirbúin, sko ég var bara, sem betur fyrir ég var með Svimbirni, æfingafélaginu mínum hann líka og hann er mjög góð hlaupari, sko en við varum hann bara kvöldi fyrir eitthvað að sauma sokka og ná skóna hjá okkur þannig að það var ekki steinar að koma í skóna ég var með brúsa sem ég ætlaði að halda á til þess að geta drukkið eitthvað við vorum svona komið með smá plan hvernig ég ætlaði að brjóta og fá mér halva íbúfinn-töflu bara út því við vorum ónýtt eftir leikana, sko ég ætlaði að segja þú hefur nú kannski haft smá afsökun eða þú ert nýkomin úr því en já, mögulega en ég hafði ekki afsökun í hausnum á mér ég var bara, ég ætla að gera þetta og ég veit ég hef gert þetta og fannst þetta mjög erfitt? Þetta var auðveldar en ég bjóst við ég byrjaði hlaupið og ég gerði mig grein fyrir að þú getur ekki hlaupið með, eða þú veist, mér er allavega þannig, ég get ekki hlaupið með einhverjum öðrum ég veit þurftum að splittast þarna upp og því að einhverju vildi fara hraðar einhverju vildi fara hægar og ég svona, maður vil ekki alltaf þurfa að stoppa og vera að bíða eftir einhverjum og því þá er maður að íta eftir þeim sem er aðeins hægari og vinkonum mín var nefnilega þarna með mig líka, sko og já, með iPad og iPod gamli, þetta er ekki til lengur með iPodin og hann var batteríslaus bara eftir hálftíma þannig ég alveg, oh my god þetta var ömurlegt, ég er ekki mikið fyrir náttúru og útsýni mér finnst hundlegilegt að hlaupa en svo var þetta bara ógeðslega gaman þetta er dásamlegt það var svo fallegt þarna og hlaupi gegnum snjó og alveg bara upp á hné og ég hef með svona
plastpoka sem ég rendi mér á þegar við fórum niður aðeins í snjónum og svo vorum við komin að einhverja á og mér langaði ekki að blotna, það var einhver strákur sem hélt bara á mér yfir ána og þú veist, það var bara svona, já, Fjölbreytt. þetta var ótrúlega gaman og það voru sem margir að hlaupa og þá er ég bara komin, ok, ég ætla bara að ná þessum, og svo voru alltaf einhverjir að taka fram manni líka, skilurðu, en maður var alltaf með svona eitthvað smá markmið og mér tókst bara að skemmta sjálfur mér og ég var með svona plan alltaf að drekka á 20 mínúna fresti og fá mig þetta og fá mig gel á klukkutíma fresti, þetta var svona, maður fór bara einhvern veginn mind games með sjálfum sér og ég var náttúrulega ekki að keppast við einhvern ákveðin tíma, ég ætlaði að vera að klára þetta, svo fór maður alltaf að sjá fleiri og fleiri brekkur, ég bara svona pínlitlum halla og bara brekka, ég ætla að labba. Þú veist, maður var alveg í þeim pakka svo er ég farin að finna fyrir njánum hann maður farin að fara aftur og bak niður og mér langar að segja 6:40 eða 7 þetta var undir 7 tímum Já, örugglega, ég var 7:30 Já, ok Það getur ekki verið að ég hef verið fljótar Ég vann það er ekki möguleiki Nei, mér finnst þess að það hefði verið 6:40 eða eitthvað þannig Já, það passar, ég veist það sé rétt Og þetta gekk í raun alveg ótrúlega vel hjá mér og mér fannst þetta mikið skemmtilegar en ég bjóst við og ég var alveg, ég eftir að hlaupa einhvern tímann aftur svo bara daginn eftir ég hef sjaldan verið eins ónýtt í líkamannum ég hringdi bara í mömmu og pappa og bara þið verðið bara að koma að sækja mig ég get ekki gengið mér er illt allstar, ég fór í svona smá panik bara, ég er búin að eyðileggja sjálfa mig, sko og því að fyrsta lagi þá fekk maður sér áfengi og skemmti sig með öllum vinunum hana eftir hlaupið svo svaf ég á vindsæng og það var ekkert loft í vindsanginni og ég vaknaði bara gjörsamlega handónýtt og þau þurftu að koma að sækja mig sko og því að það var ekki séns að ég gæti verið þarna lengur eða verið aftur í einhverjum bíl eða eitthvað, ég þurfti bara að komast í burtu Rúlla beint í bæinn og fara bara að sofa sko. En þú veist, þetta var samt alveg, ég sé ekki eftir að hafa gert þetta var bara þetta er eitt af því sem ég er bara ótrúlega stolt af að hafa gert og þetta var erfitt á öðruvísi máta og mér finnst ég hef haft mjög gaman að taka þátt í svona hlutum þar sem maður reynir svolítið mikið bara á hausinn að halda áfram, þú gerir alveg grein fyrir hann þegar þú veist að hlaupa þetta 7 tíma pluss þá er maður þú þarft að skemmta sjálfum þess svolítið, sko. Ég hefði mest hlaupið 16 kilometra, sko, á ævi minni áður en ég fór. Nákvæmlega sérðu, en þú getur þetta. Já. Það er það sem er svo cool við þetta. Já, ég er endur einmitt, ég áttaði mig eftir, ég hef mikið verið að labba á fjöll og það, þú veist, þannig að ef þú ert með sæmilega styrk í fótunum og svona, en það er þessi einmitt, þegar þú ferð að fara yfir að ég reikna með að þú ert á crossfit, þá ertu með svo mikið áhorfendum og allt þetta og það er fjölbreytnin, þarna ertu meira kannski að glíma líka við leiðan. Að þetta er bara orðið, já, ok, þetta er orðið svolítið langt og það er bara eitthvað klukka og ég er bara einn hérna og eitthvað, þetta er öðruvísi. Ég er ekki orðin hálfnaður og þetta er bara fucking erfitt. Þetta er mjög sem eins og með Elisabethu Margir, sko, sem ég man ekki hvað það var sem hún hljóp. Það var 400 kilometrar. En það þarf maður samt líka svolítið að gera sig grein fyrir bara tíminn líður. Tíminn mun alltaf líða. Þú mynd alltaf geta að klára þetta svo lengi svo heldur bara áfram. Já, alltaf þessi spurning, sko, hvar er mómentið þar sem þú veist, nú er ég búin, nei, ég á smá eftir. Já. Ég á smá eftir, og svo á ég smá eftir, og svo á ég smá eftir, og það kemur aldrei. Þess að bara brjótið einhvern veginn upp, þetta er eins og þegar fengum hana marathon róður, alveg, fólk var alveg mega stressa fyrir þessu, ég var svona, eina sem ég stressa fyrir ef ég krampa, og því það er eina sem getur stoppa mann, en svo lengi sem maður krampar ekki, þú veist, getur setið á róðuvelinni í 3 tíma. Lætur ekki leiðan stoppa þig? Nei, maður klárar þetta bara eins og allt annað, þetta er bara verkefni sem maður klárar. Ég tók það til Helvíkend og ég held að það hafi svona styrt hausinn, þetta að hlaupa Laugaveginn og taka það til Helvíkend og svona að vera í bootcamp, en þú veist, Helvíkend, þá voru einhverjum 40 og eitthvað klukkutímar, non-stop, bara taka æfingar og í gegnum nóttina, þú veist, fyrsta nóttin var svona erfiðst, við vorum með Nauthólsvíkinni og fara hún í sjóin og var svo ógislega kalt og maður svona, ég borgaði pening fyrir þetta. Hvað er að mér? Þú
veist, maður pínir sér bara í gegnum eitthvað, maður fekk mjög lítinn mat og það var óþægilegt og allt það, en maður komst á svona, fólk gafst upp og hætti, en það var meira í byrjuninni, svona fyrstu klukkutímana, svona fyrstu kannski 10, 12 klukkutímana, 20 klukkutímana kannski. En leiður komin ákveðið langt, það það bara, veist að hættum að horfa á hvenær þetta er búið, þetta verður búið einhvern tímann, tökum bara eitt verkefni í einu, þú tekur bara 10 skref í einu og þarf að taka 10 skref í einu, telur upp á eitthvað eða hvernig sem það er, en við vitum nóttin mun klárast, dagurinn mun klárast, hvort sem að ég klára þetta sjálf eða gefst upp og fer heim. Og átt eftir að vera eitthvað ánægri með sjálfum þig og ferð heim og sefur í gegnum nóttina og veist þú gafst upp. Skilurðu mig? Svo klára allir hinir og gefst stoltir af sjálfum sér. Vilt þú vera manneskja sem er bara eitthvað, veist það, nei, þetta var bara ómikið, þetta var bara heimskulegt, þú veist? Nei, ég vil ekki vera svo manneskja. Ég vil vera stolt af því. Þegar maður er búin að taka þessi ákvörðun, þá svona, svo lengi sem það er ekki heimskulegt og þú ert að eyðileggja sjálfa þig, að sjálfsögðu mun ég hætta þegar maður er komið þangað. Þú veist, maður þarf að vita muninn á óþægindum og sársauka og meiðslum, skilurðu. En þetta er svona, já, þetta er mindset sem að fólk þarf að gera sér grein fyrir og við þurfum öll að gera okkur grein fyrir hvað sem það er í lífinu sem er erfitt og við þurfum að gera. Þetta mun alltaf taka enda. Og það er bara spurning, hvernig ætlar þú að koma hinum megin út? Hvaða ráð myndir gefa sjálfur þér ef þú værir, segjum, 16 ára? Ef að 16 ára Anný, þú væri með reynsluna sem þú ert með núna og þú værir að gefa 16 ára Anný ráð. Hvaða ráð myndir gefa henni? Vá, ég veit það ekki. Það kannski bara búin að gera allt rétt. Nei, ég held ráð sem ég myndi vilja gefa sjálfur mig væri örugglega bara ekki hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst um þig. Það er svona ákveðnum tímapunkti, þá förum við öll í gegnum það sem er hvað finnst fólki um þetta eða hvernig er þetta, eða var ég asnalegi þessu eða hvernig sem það er, þegar bara leyfum mig bara að vera ég og ekki hafa áhyggjur af því hvort að ég sé að fara að vera vinsælust eða hvort að fólki finnst þetta cool eða ekki. Þetta var svona í byrjuninni kannski á crossfitinu og það sem ég fann fyrir líka í rauninni þegar ég gekk í gegnum meiðslin sem ég gekk í gegnum þegar maður var komin á toppinn í sportinu, þá vildi allir vera vinir manns og það voru svona allir að sleika sig upp og svona utanum henni og það var ótrúlega gaman að því en þá líka svo svakalega erfitt þegar maður er ekki á toppnum lengur. Og það hittir mann sem mest og þá gerir maður þessi grein fyrir hvað það er sem skiptir máli. Það er fólki sem er líka þarna þegar maður meiðist og fólki sem maður vill vinna með, fyrirtæki sem maður vill vinna með eða vinir sem maður vill hafa í kringum sig og allt það. Þetta er fólki sem halda sig þarna sama hvernig gengur. Það er fólki sem skiptir máli. Og það er álitið hjá því fólki sem skiptir mig máli, ekki hjá hinum sem eru þarna bara út til maður að standa sig vel. Og það er örugglega það sem ég myndi helst vilja segja sjálfum mér. Ekki lokaorð. Já, ekki bara. Heiður að fá því í heimsókn og bara æðislegt takk fyrir að taka tími og komingað. Bara sem leiðis, þetta var ótrúlega gaman, þetta var svo allt öðruvísi heldur en oft áður.